Það föstudagurinn 20. og 3. apríl klukkan 4 og Mötley Crüe eru komnir á fóninn og FM 95 Blöður hafi göngu sína á þessum fínasta föstudegi. Það komið sumar, kannski ekkit endilega bongo og blíða, en það allavega komið sumar og 3 heimskir heils ykkur á þessum, já eins og ég sagði, fínasta föstudegi. Beint á móti með sitja 2 heimskir, annar fyrirlið þáttarins og það ekkert endilega því að hann sé heimskar en hinnir, það að því að hann metnaðarfullur og öflugur fyrirlið. Verður velkomin Egill Einarsson. Varst að kalla hann heimskasta mann í hópnum? Nei, alls ekki, ég sagði að hann var Það sagði 3 heimskir. En byrju, er það ekki bara umræða sem komin daginn? Það eitthvað nýtt koncept okkur fyrir 3 heimskir. Jú, þú veist, við erum ekki 3 klári. Þetta ekki... Já, ég veist að 3 graðir hefur verið flott líka. Nei, það ekki gott. Nei, það kannski... Ég stakk upp á The Poop. Þeir vorum í ameríska drömnum á sínum tíma og sagði við hann eru blöð. Nafn og lið okkar 2 graðir. Báður í sambandi að ferðast Bandaríkin. Þetta bara versta nafn sem ég hef heyrst. Þetta rosalegt nafn. Já, og ég spáði líka að þáttur myndi heita 3 graðir. Odnir, fyrstu þetta væri verra með hverju árum. Það var ekki gæðveikt nafn. Við værum náttúrulega ekki bara hérna í loftinu ef við værum 3 graðir. Nei, enda þetta líka bara 2 graðir og blöð. Þetta gæti verið blöð og 2 graðir. Já, veistu hvað, ég fann að halda þegar þið eru alltaf að kalla mér svo graðan. Mér finnst þið ángriðs bara eiginlega hálf ógeðsliðir alltaf sko. Nei, þið eru svo graðir og ógeðsliðir. Þið eru svo graðir og gamlir. Graðastir vinum. Það ég ekki að meðlega þetta. Já, hefur báðir reyðir. En hefur þið heyrst mig einhvern tíma að stinga upp á nafnunu 3 graðir? Nei. Þú varst rétt á það að stinga upp á því. Mér finnst bara að þið finnst það flott nafn. Flott koncept, er það ekki? 3 graðir. Hvernig er koncept? Já, þú veist, þið eru hlusta á 3 graða. Og koncept erum við að tala eitthvað svona hvað það? Nei, þetta bara 3 graðir, skilur við. En við má gæta okkur 2 harðir, en gætu við gæta okkur Já, ég stakk upp 2 harðir ógeðslega það skammist ykkar ekkert. Við erum að meina náttúrulega þið skammist ykkar aðeins 2 harðir. Já, auðvitað að meina það. Hvað helst ég var að fatta það núna? Er ég eitthvað röggla? Hvað helst þetta? Meittur þetta þannig? Ég ætlaði bara að við erum að lifta og svona. Mér veist eiginlega ennþá hallarist að þetta hafi verið að meina að þetta hafi verið 2 harðir gaurar að lappa ykkur stað. Ég sverða, ég var að fatta það núna. Hvað meina? Meittur þetta aldrei þannig? Já, við erum 2 meðan harðar. Nei, aldrei. Hvað helstu? Að þið væri að taka svo mikið í backpressu? Já, bara 2 harðir gaurar. 2 harðir. Flakkum Bandaríkjum. Ég reyndi að tóka þetta eitthvað trúð og pakka hana saman í backpressukeppni í draumnum sko. Já. Það var ekki break. Það var ekki með niðurlæg við þann meistara sko. Var það ekki LA? Það var að Muscle Beach. Já, svo fór ég í körfubolta á rústum með einhverjum vöruleikum. Já, sko málega með The Poop. Hann segur í körfubolta. Íslandsmeistari í 8. flokki. Já. Það að gefa Poop það. Púp á náttúrulega sko rosalega íþróttafyrir. Það má ekki horfa fram með því. Er það bara orðið viðurkennt þetta Poop? Nei, fólk kallar það. En svo fyrir blöð, þegar það kom fyrst, það fór í töðunum mér. Blöð? Já. Bara hætti að kalla mig blöð og eitthvað. Það er bara, þú vanur því í dag. Já, það er líka þannig. Ég þarf eiginlega bara að sætta mig þá við Poop, því að leiðum að byrja að sætta við þá er öllum saman. En það kallar það engin ödda þetta, ekki bara einn og einn svona einhverju clown, segir öddi, þetta er ekki bara blöð. Kona mín, er hún clown eða? Ég hef alltaf aldrei... Kona mín segir ekki, hey Poop, nefnir að koma og hjálpa mér hérna. Ég hef ekki verið vitni af því að einhver segi, heyrðu hérna, öddi. Ég hef alltaf heyrt bara Poop. Þetta er blöð eða Poop. Allir vinnir mér frá ekki segja öddi. Öddi, já. Ekki landaköðs. Það er aðeins og svalur þegar segja öddi. Landaköðs myndi aldrei kalla öddi. Hvað finnst þér allir aðstæðanlega að segja öddi? Svo bara get ég alveg staðfest að ég veit stundum ekki hvað ég á að kalla þig bara þegar við erum að tala FM 95 tjátinu. Bara eiginlega á maður að segja Gils, hvernig skrifar þú það? Ekki? Já, ég bara, Gilsi eða ekki? Gilsi, já, hvernig skrifar það? G-I-L-S-I bara. S-I, ok, náttúrulega þá með setu í mailinu þínu. Já, það er bara frábær spurning. Já, hissa maður veit ekki hvað maður er að kalla það, hvernig maður er að skrifa það. Ég get ekki breytt mailinu núna sko, þetta er 15 ára gamalt mail. Já, maður breytir ekki mailinu. Ég er spáð frá að finna aftur með Gilsin ekkert. Eitt vestanafn sem ég hef. 20 ára gamalt nafn. Já, þið sko, já, Gilsneggar, já. Nei, mér varst alltaf leið. Það var alveg skemmtilegt. En eru þið konar í sumar, gýrdreikir? Já, þú veist, það var sumardagurinn fyrsti. Já, það komið sumardagurinn fyrsti verið gær og maður er einhvern veginn svona, ég finna vorið í punktnum er horfið og það er komið sumar í punkt. Ok, en þú ert komið sumar gýr en fyrirlegin. Já, veistu, ég er að horfa núna, ég er að horfa þróttaramerki núna og ég verð að segja,
Það komið sumar Ég sé fyrir með pallin í sumar grilla mikið, eitt og eitt kaldur Ég að peppa stölu upp Ég plúst líka, ég ofpeppar í dag Þegar ég gaf út alltaf lag á miðnætti Þannig að ég að skýta svolítið í mig og spenning sko. Ég alltaf hinskilin við þeir Lagið sturla Ég hef sagt við þegar mér finnst og þú erur ekkert alltaf sáttum með Þú ert hreinskilinn Ég hef aldrei sagt það opinberlega En ég hef sendt þér bara á tjattu okkar á milli bara að ég er ekki alveg minn teipolli Rétt Mér finnst þetta lag geggjað og ég sagði það leiðu að ég heyrði það Kannski er það því Egil segir ekki Sko, Þú getur ekki orðið í lagi Það gæti verið að hjálpa lagi Ef að blöð segir við mig og þú veist að þetta er geggjað Það er aldrei sagt Nei, aldrei Egil Ég sagði það víst Þetta er látir maður Alltaf verið hrifna látir En sko, þetta er gæðastimpill að Blondell sko, það sé að gefa þessu þau mál upp Hvað getur þetta lagi þetta með mestættasklöpa sem að þú söngst? Get the fuck out Það var ekki gott lag Reyndar er Basscop líka Ég er mikill Basscop maður Basscop og Get the fuck out eru tvö hræðileg lög Sko þegar við lettum í Hostile Crowd Þannig á Hestamanna Þá keyrðu við inn á svona lögreglubíl Hvaða löggubíl fenguð? Við fengum bara Valesport græði eitthvað bíl Svo vorum við allir óna á honum Og við keyrðum inn á brautina sjálfa Allir spreytana á hestamóti Þetta er bara brún hestabraut Og við keyrðum inn á hann Á hvernig löggubíl? Get the fuck out of the club Og þú veist Hvernig löggubíl var það? Þetta var bara svona Þetta var bara eitthvað bíl með sírunum Þetta var svona jeppi slæst lögreglubíl Og gasmaður var þarna og Seris Já, gasmaður var þarna Og svo Seris var svona óna bílnum alveg vel peppar Við keyrðum inn á brautana sko Þannig að sko Og þá var Basscop á Þá var Basscop á Og þá sturglaðist allt Þá veistu ok, þetta er gott gig Já, þá stóð allir upp og allt vitlu sko Ég held að mistökinn að vera að spila plötun í heild á giginu Öll lög Ég tókum alltaf mikið af lög Akkur tók ekki bara 3 lög Það var alveg sport til að taka bara gott reynsla allir plötunni sko Ég held að þeim að taka bara 2 lög Já, 2-3 Það er ekki nefnt í Hostile Crowd En var fólk ekki bara fagnaði að það sá bara, þú veist, það var eitthvað að byrja, það heyri síranur En svo sá það bara 4-5 brúna Haffi fór gerðinguna síðan sko Þú veist meina þetta sé alltaf þegar Haffi fór gerðinguna Já, sko, þá lendum við í álveru Hostile Crowd Gamli skóli lendi því ekki sko Hvernig var hann á gerðingunni? Það reyðinni Nei, þú veist, hvað meina? Ég kan segja hvað er að gerðingunni Og ég er með 20 skæja með kúrikahatt Sýtandi grasinu Það er líka konur og hestamannamótum Gamli skólin Hoppaði hann á halva Þetta er eina hátu í Íslandi sem þú safnar saman gamla skólanum á sama stað Þannig að þú veit þá var bara á sama komin og það var ekki að nenna haffa á gerðingunni ég var að segja haffa líka know your crowd því ég las yfirunum hana gerðingin hefði getað verið annar staðar kasta svolítið haffa alltaf undir sko ég segi bara gerðinguna ég elska haffa við elskum haffa en eftir að tala ég sé alltaf fyrir með þetta sé svona gamla góða svona víragerðingi sem eru svona litli kassar og margir Nei, þetta var trégerðing, þetta er hestakoncept brún, tré bara gerðing Byrjaði fólk að púa þá? Þá var fólk að kasta hlutum Fór hann á nýna Og Sveppi var að veitustjóra Ég held að sé gæja hlæja mikið og veitustjóra Hann var að stjórna þess Akkur hefur aldrei heilt hans útgáð Jú, hann getur bara heyrið í honum Hann er með geggjað Hverju var fólk að kasta? Bara kveikjurum og Sippakveikjurum Við lettum í Hostile Crowd Það var bara út af King Huff og Huff sko Ég held að ekki bara út og þú sagðir þau að spila alla plötuna Ég hefði verið byrjað að kasta hlutum Þegar við kerðum inn á brautina með Basscop Þeir eru bara í löggubíl og stemning Það er alveg vitt Fólk er alltaf heldur Veistu hvað, fólk held kannski að Helgi Björns væri inn í bílnum og væri fara að taka bara reymir vindan alltaf leið Svo komið þið út Takið 12 teknolög og svo fyrir Haffi og ríðu gerðingur Við ykkur er býstu, þetta verður allt vittlist En ég sammálaði fyrir að lest Haffa að heyra það Þú varst að lesa eins salinn En ég elska Haffa Ég held svo mikið með honum í dansinum Sér bara góður Wipeout líka Já, Haffi er hæfilegur Haffi geggjaður En við erum allir í sumagýr og erum með rosalega þátt fyrir ykkur Kæru hlustendur, þekkið ekki nýjasti liður F95 en næst nýjasti liður Sko, við vorum bara að lofa einum nýjum liði viðbútt fyrir sumarið, þannig að við þurfum að standa við það Já, það er allt út í nýju liðum Er þetta ekki bara nánast allt nýju liður? Nei, það er náttúrulega kortmyndur fyrir ykkar sem við höfum ekki verið í 2 vikur og spurningkeppni Gilstæna sem við nú ekki ný hvert aftur með í dag Ég spurði það á kollegan Sko,
Já, ég man það núna, það er náttúrulega bara Sumardagur fyrsti bara í gær King of Þannig að Summer. þetta er bara King of Summer, þú veist Já, þú ert ekki að flækja þetta. Nei, menn að, ok, ég hef líklega verið með þessa keppni 10 sinnum Heldur það samt? Já, veist, við erum bara í loftinu hvað í hvað mörg ár Já, sko, ég er búin að vera í 10 ár, þið eru og þú reyndar búin að vera í 10 ár 10 years of Við erum Dublin. búin að vera 3 saman, sko, spurningkeppni Gilsan held ég að sé svona 5-6 ár Já, ég er kannski verið með það 3 svar Ég veit ekki allir sem ekki búin að vera inn í ykkur 8 ár 7-8 ár En þetta er samt King of Summer 2021 Þú veist, svo til dæmis, ef að stendi vinnur í dag Blöð getur unnið á næsta ári Já, skilur, þetta er bara hann Já, og það er bara mikill heiður að Það er vinna. ekki. Þó verður ekki ennsku bestar í ár, þá langaði að verða á næsta ári Það er rétt, það er bara hann Heyrðu, svo er það náttúrulega sjálfsögðu, það er ferðalíku bylgjunar Það já, sem er nýjasti liður F9 og hann heldur áfram Við tókum hann upp í gær Hann er á frábær. sumardaginn fyrsta, þá mættum við steindi hérna grjótarið, þá varst þú bara heima með lappinu upp í loft og Þú segir, er dugleg Já, en máli er að það var það lá Workaholics. líka, það lá vel við sko, af því að það var, þú veist, sumardagur fyrsti og það er náttúrulega og sumar bara vinningur bylgjunar, hann hefur ekki farið út ennþá Voru ekkert að hella í ykkur og frítagur og Nei, það var þetta, við heldur þetta ekki í okkur tókum eitt Red Bull bara. En það er algjör hausverkur að gera þetta Við erum sko, þetta er svo mikið vesen, þessi klefi Já, því þú þarfst að vera með svo mikið að hljóðum Hann gengur út á hljóðin að við erum með hljóð sko Ötti með í símanum sínum, ég með í símanum mínum Við erum með tölvurnar, það er að koma hljóð út um allt Fólk sá það á Instagram í gær, ég setti svona hvernig þetta lítur út þegar þú varst að þessum Já. Svo erum við með, herru, þú heimtar að taka fellow kids í dag, hvað sagði það var 3 eða 4 vikur sinna var síðast? How to do fellow kids er búið sko, nei, já, jú 3-4 vikur síðan var síðast Já. En ég er með sömu keppnina Hún er bara búin að býða og safna ríki Já, ég skilji, þannig að hún verður í dag Hún verður í dag. Og, herru, eitt sem að hérna talandu það sem gerist í vikunni Já. Sáu þeir ég sett á Insta með hver er að texta fyrir stöð 2 Hvaða snillingur er það? Ég var að horfa á John Oliver snillingur, sko. Og hann segir, ég veit ekki hvort ég hef verið hrættur eða graður Og það kom, textin var hérna, ég veit ekki hvort ég hef verið hrættur eða spóli hólm Já, bara Ég fóð svo mikið þegar ég var heima, ég þurfti að spóla tilbaka og setja þetta á Insta I know it's Bara scared fáltólun or á það, horny gæði. Og það Já, stóð við- bara spóli hólm Við gætum þurft að ringa í Sóla og bara spyrja hann, finnst þér allt í lagi að þetta sé orðið bara viðkjönd? Nei, pældi hvað- Horny er en bara hvað- spóli hvað- hólm hvað- Það var horny og það var spóli Spóli hólm hólm En hvað er með því great honor fyrir Sóla? Já. Þetta menn tala um að vera graður Það er bara Já, spóli ég veit, hólm þetta er ekkit rosalega vinsælt heima hjá honum að vera kallað spóli En, það byrju, ekki? en heldur þú Egill að Sóla finnst þetta a great honor því að hann svona Já, vill veist. tengjast við Grettu? En það ekki? Mér finnst þess að Akli finnist það en hann vildi skýra þáttið 3 graðir en að þú veist, mér finnst þess að það sé bara svona eiginlega bara toppurinn En við verðum alveg að heyri Sóla og bara hvernig viðbröð hans eru að þegar almenni textagómur textar þætti og það kemur horny þá er sett spóli hólm Þetta og það gerist svo verður mikið eftir fyrir 20 ár Nei, ég held þetta sko Það verður eftir 20, þetta er farið út og það fer, þetta er alltaf þetta bara. Talandi hvað erum að gera í dag, það er orðið helviti langt sem við fórum í hversu graður í Sóli Hólm Hann er búin að fá góða Ef pásu við ekki að slá á hana En pældi þú veist bara hann er. Er það ekki? eins og Hann er búin að gleyma okkur kannski bara. í kvöld, ef þú dettur ykkur gýr og ert eitthvað svona aðeins að svona, Hvernig gýr? nei bara þú veist Það sé að fá mér að ég sé graður nei, ég, svona, bara kannski sitt lítið á kóru Helst ótt í hendur Já, helst átt í hendur, en nei, svona, ef þú verður horny, segjum það bara Þú segir við frúnni í kvöld bara, þú veist, ég er algjör spóli hólmaður Ertu, þú veist, erum við þar? Ert þú eitthvað að spóla? Ég meina, þú veist, hvað er langt, ef það fara að texta þetta Hvað er langt ef þetta þá- verður bara þannig að við, þú veist, að Íslendingar fara að nota þetta Þetta er bara orðið Það er mainstream rosalegt. Ef bara byrja að texta þetta er komið bara í vinsala þættu og bíómyndi Já, Ég held að Sóli sjá ennþá eftir ég hafa sagt þér í ammálniðinu, fertugsamniðinu, Gilsi 50 eins og kallar það þegar hann fór að segja hvað það færi í töðunar Það er mesta sem hann gerir En þú mátt ekki gera Við það trúðum, sko. En það er eitthvað sem fyrir töðunar að þér Aldrei segja Agli. agli Það er þá ertu að setja bensin á báli Ég hef alveg upplifað það Ég þekki það Ég sagði agli Hefur þú lent í þessu? Já, hefur ekkert sem heyrstu stöðumálaverð og stelpunni kringlunni og allt þetta Hefur þið heyrt um þessa hluti Þetta var bara hluti sem Egill bara hérna Hann lofaði mér að fara ekkert með þetta lengra sko. Það var lofar á sínum tíma Rikki líka labbaði nú skrifstofutími í sportinu og sagði eins og hann er girt niður þessu Já, ég veit ekki okkur, hann frá treystir gólfstöðuna og Ég myndi aldrei treysta henni það Erðu, við verðum að hrósa líka hérna Ölgerinn, það er búið að fylla á túborkjælun Já, thank you. Ánægð með þá Já, búið þú ert að hlusta, þú varst viku og setna en það er búið að fylla á hann Búið. En veistu hvað, þetta tengist þeim samt eiginlega voða lítið Þetta er náttúrulega aðlaðar Rikki G og Já. Brennslan sem er að drekka mótana Já, Þetta það er rosa- Veit þið hvað, ég held að Kristín Rutt sé
sé lúmskanna sko. Já, hún er alveg Við fyllibita segjum þetta alltaf Rikka en Kristín hattar ekkert að fá sér Nei, Rikka hún er fyllibita og ég er að svona veistu hvað, við getum þurft að köpa lás á kælin En plótvél, góð hún er ekki líka punktur. fín fyllibita Já, Jú, plötan er fyllibita þú sér það bara á hún Nei, fyllibita Já, og svo er náttúrulega líka bara hérna partilestur á bylgjunni er að Þráin er með leyfi. Þráin er með grændir Það er ekki bara að setja lás á blöðkælin Það væri ekkert vitlaust að köpa lás Það ekki? Og láta þráin fá kóðan Nei, það er satt sko Hann er satt, hann er raging alcoholic sko Já, sko þráin á ferðkælin Hann er með græntljósa kælin Hann er bara jafn blautur og við Já, það er dæma álag á hann. Nei, nei, bara þú veit Hann þarf að fá sér bara Heimilt nokkra þjótt ef að þráin er með aðganginn, sko. Dúnda sér niður Erum við áður að förum hérna í fyrsta lag þáttarins Bubba, King Bubba að svo var eitt enn í vikunni sem að ég veit að það er svo astanlegt að segja frá þessu en sko kona mín bannaði mér að ég setti komment hjá Kolbeini Sigþórs á Instagram með hann skoraði 2 mörk, ég gerði svona 2 hendur bara vel gert Diamond Hands Já, svona Diamond Hands og Drefin eru Jammer Kongen lækaði það Ég veit ekki okkur, ég skil ekki okkur Hver, ég veit ekki svo hvað það er Varnarmaður sem spilaði með Tottenham í mörg ár og bara legend það félagi með million followers Já, síðan í Ajax myndi ég giska Hann lækaði það Hann lækaði kommentið mitt Já. Ég bara sem fertugur kallmaður var ekki að ná utan það og kona mér var bara auðvitað, þú ert ekki að fara að setja þetta á Twitter Er þetta ekki bara eitthvað 25 ára gammal varnarmaður í hættur Þetta er Satjan Vertonghen Þetta er power-like Þetta var enn eitt dæmi bara I'm a huge fan Ég var bara að tapa mér heima með 40 ára gammal og Já, ég skilji Þetta er power-like Já, þetta var rosalega power-like Þetta er alveg, þú veist, allir sem ára fótbolta þeir vita hver þetta er Já, þetta er legend Jan Vertonghen, já Hvað var Hjammi? Var Hjammi að hlusta núna? Hann hafði tapað sér að hann Er þetta, þú veist, ég veit hver Erik Cantona var ég veit að, þú veist, og meðan hann var að spila fótbolta Er þetta annars sér Þetta er varnarmaður en legend Varnarmaður Það er komið að fyrsta lagi þáttur eins og við byrjum eiginlega alltaf á Bubba drengir en það þurfti eitthvað stórt til Það er breyting á Við byrjum ekki á Bubba í dag Já, það er beita til Það var rosalegt lag sem kom út á miðnætti Það er rosalegt lag Það er DJ Muscle Boy og nýjasta lagi er Dangerous Sko, ég er alltaf hreinskilinn við Egill Ég sendi þér og þú ert ekkert alltaf sáttu það Ég sendi þér ef mér finnst eitthvað lag ekki flott Þetta lag finnst mér bara geggjað Þetta er besta lagi ég held að sko náttúrulega telji mikinn í þetta Egill segir ekki orðið læginu Það er málega ég ákvað bara ég oft verið með eitthvað comedy Mér varst í þessu lagi I step aside, ég segi bara man's waist, take it away Vistu hvað, ég saknaði sann smá komedi Ég elska að heyra Þetta er náttúrulega theme song í leinalögunni sko. Já, þetta er rosalegt lag sko Þetta er klassarinn með þetta Já, ég er með ágætis aðstofana sem er gæja á heimsmæli hverða aðstofa mig Já, og er ekki Áskil líka með þér þarna í textanum? Áskil Stoppet góð sem er líklega engi betri heiminum að gera góða melodíu en sá kongur Okkar besti maður Hér, við byrjum þáttin í dag ekki að Bubba heldur á DJ Muscle Boy með hans besta lagi Þetta er rosalegur heiður Dangerous Love Thank you Blondell Dangerous Love Hér að hlusta á FM 957 blöð hér á FM 957 og já, það er eiginlega bara komið að slúðri styttist í þekki eða ekki og nýjasta dagsfjörlega FM 957 blöð sumarleik bylgjunar Nei, hann heitir Þetta er svona ferðarleikur bylgjunar Þetta er eiginlega bara bylgjuleikurinn Þetta var páskaleikur fyrst Já, þetta gæti heit Jejólestin, partilestin, bylgjumenn, partikallar ferðarvinningu Jejólestin er eitthvað besta nafn á lest ég heit Helviti haftarsteinsta Við þurftum þvílíkt að væla í þeim drengjum þegar vorum að gera steipustöðina að fá til að mæta og þeir voru til að gera þetta fyrir okkur að leika í sketsa sem að bylgjulestin var bara eitthvað ég og viðbjöður og Steindi skulle vera að segja þetta í útvarpinu á FM að þetta séu ég og menn þetta er svo langt frá því að mér finnst þetta bara vanvirðing Blöð, ég er að gera ráð fyrir því að hlusta þetta sé með heila sko við erum að þá var við að hlusta eitthvað annað en okkur ég er að segja, þú veist, má slá að leta strengi eða já, mér finnst þetta bara hægt á þá já, hvað finnst þetta bara líklegt að Tokki Ástvald sé bara einhverstað núna á 3 daga vöku búin að draga fyrir það nei, en ég hef engan áhuga snert þetta sjálfur en ég er að hlusta þetta útastafn og tala bara að ég og þú varum eitthvað kókaði menn hann er svona töðunum bara upp og áfram slökum á en þetta er ferðilegt sko Jejólestin ég myndi sæna minni hana, ég er ekki náða ef ég geti hlusta á það en þú veist, ok, þetta getur líka heiti ég myndi ekki sæna minni að þessi sko sjálfurlega Jejólestina sko ég myndi hlusta á hana ég var að segja í Svega drengir ferðarleikur bylgjunar
Já, eða bara svona Eða ekki? Eftir einhver leikubilgjunar Þetta er bara mikið af sounds og vesen. Já, og svo spurningkefni Við ætlum að fara í slúður Er þið tilbúinir? Rétt. Ég með ágætispakka og sko það er góð umræði hérna úr fyrsta slúðumálun Sko, það vita allir að Kanye West og Kim Kardashian Þau eru að skilja Það sem Já, ég var náttúrulega bara að segja þér að Það var geggja par Já, þau voru Já, þau eru Kanye, Kim, Mér finnst þið bæði frábær Mitt leiðilegt sem að skilja Þau eru bæði frábær En ég hef alltaf sagt að Kim Hún það er það að segja mér hún sé byrjuð að hitta unga rappara Má ég sjá slúður aðeins? Það er svona, þá er bara nokkru mánuðir Sko, blöðar að sjá slúður Já, rifrildið núna hjá þeim er að sem sagt, Kanye West, hann er mjög ósáttur þessa dagana Því að hann vil meina, hann átti upptökin á því að áskilnaðum, hann vildi skilja fyrir árið síðan, hann sagði eina sem við eigum sameiginlegt eru börnin okkar en Kim Kardashian, hún vildi berjast fyrir hjónabandinu sem er bara virðingavert en þetta er ekki sama og sagður daginn nei, þetta er nýtt slúður, það sem gerist í slúðurheimum ok, þá ætla ég að fara að breyta skoðun og hann segir sko að hann hefði gefið Kim Kardashian það að hún hefði beðið skilnað til þess að halda virðingu og þetta hefði allt verið plott hjá Kardashian fjölskyldunni fyrir þeirra batteri að það var hún sem sótti og honum var bara pínu sama en núna er hann orðin þreyttur allar þessu umræði að hún hefði gefist upp á sér að því að hann væri pólar og annað og við farin að láta í sér heyra að það verið hann sem að vildi skilnað Ok, nú ertu búin að nú ertu aðeins að fokki mér blöða því að ég var sko eins og ég skildi þetta á sínum tíma þá var þetta miklu meira hún var búin að gefa spur upp á já, þess vegna held ég þess vegna var ég alltaf búin að gíska að hún myndi move on á undan honum en núna er ég orðið 50-50 hvor þeirra sko fyrir pakkan á undan Já, ég meina þú Ég ætla að fá viku til að melda þetta eins því að ég þarf að koma með svar Azealia Banks er á eftir Kanye West Nei, býtu hún er eitt lag svona snar rugglu sko hún er tónlistamæður grunlega já, hún er svo ekki breykið held ég nei, ok, þannig að ég ætla í næstu hún er verið að geta dýr eða eitthvað djöfum hún er snar rugglu allavega ég kem á föstudaginn í næstu að geta dýr, það geta þetta allir það var eitthvað skrýmt það var ekki nautakjöt sem ég held að hún er ekki breykið nei, ég ætla að koma í næstu hérna lokasvar, hvor þeirra mun fara í samband fyrir ég myndi segja að Kim sé auðvitað favorite þar sko þetta er system sko rotation system í höfðum er aggressíft það er ekki að skipt bara í nýjum kæró bara gamalt kæró út nýjir inn bara Já, þú veist, það kunna breyta dollar í 2 þú veist, þetta snýst forsíðunar, ég hef alltaf sagt þetta og heldur samt að þetta sé bara þannig að Kim Kardashian sem er ekki hún, ég er ekki að segja hún ferð bara í the core, þá er þetta bara vennileg pía sem byrja að leið, heldur hún vil ekki kynnast manni og hún á börn heldur hún sé bara að hugsa, herðu ok, þetta þarf að vera forsíðin, ég ætla að byrja með þessi rapp Nei, en blöð, nú ertu búin að vera 20 ári í bransanum að búti sjónvarp Ég mynda þetta er raunveruleika sjónvarp og þau lifa á því En það eru að hætta með þáttin, ég held að þessi öll komin nóg Já, en þú veist, þau eru samt raunveruleika stjörnur og ef það er bara allt gott að blessa þau eru bara hérna, við erum bara happily married og búum með einhverju sveitabæ einhverstaðar bara svolítið eins og, þú veist, ég meina fólk velur, þú veist, þú þarft ekki Jay-Z og Beyoncé þau eru ekki framar á blöðum þau kjósa að vera þessi fjölskylda hún þarf að vera Nei, ekki lengur, þau eru komin svo mikið business ég held að Kim Kardashian sé bara komin á þann stað þetta, veist, viljum vera fræði áfram og eitthvað en ég held hún sé bara vilja aðeins en með satt magna með, sáðu það hún er að billionaire þetta er snirtiförðan sem heldur að sinn ekki allt í brand það reynur allir business ef það er ekki front pages sko, hún er núna 1,4 B sem er eiginlega fucking amazing 1,4 B? Það er byggja tóra á 2,2 Já, ná Bjögga Já, sko, ég er ekki svo að ná Bjögga hún er nú 0,8 frá því að ná Bjögga Er Bjöggi búin að hækka eitthvað sem síðast? Já, var ekki eitthvað listi? Já, hann er búin að hækka sko, hann hækkaði ekki á listan, droppaði á listanum en hann hækkaði sem sagt í net worth en málega er aðrir að stækka svo hratt að hann droppaði á listan En þetta er eitthvað að vinna hans á Instagram? Já, þú veist, ef hann hendir mér út og dreipir mér Já, þau tala samt sko málið, það er talað að fyrsta bíð það er auðveldar að ná í fyrsta bíð en setna bíð, myndi ég halda þannig að 0,8, þannig að þú kom með 1, það er erfitt Ég held að það er erfitt að ná einu bíð, sko Það sé bara helvitis einu bíð $, sko Já, sérstaklega, sko, eins og fyrir körtuna í Ástralíu þá þyrfti hann allavega svona hann þyrfti 9 líf eins og körturinn og þyrfti að vinna hverjum degi í Naples
17 skall Okkur gáfistu upp á að reyna að fá viðtal við hann mann. Við eigum Við náum hann ekki viðtal. Já, ég held að þau bara setja aðeins meiri metnaði en við gerum síðast. Já, bjóðum 20 skall. Ég ætla að lofa hlustandi núna, við munum ná hann í viðtalina. Finna bara his agent og það vant alltaf borgunum fyrir viðtali. Getur ekki að meira en 5 skall. En hvað tími við að borga? Nei, 20 skall. Ég er búin að fletta þessu upp. Hann er með 17 skall. Við hendum bara í söfnun, F900 söfnun. Við tölum bara við King Heiðar hérna fórstjóra og sín borgar þetta. Sko, málið er að viðtal við Tóri. Sko, já, málið er að Heiðar Guðjóns, fórstjóra. Já, sko, ef Heiðar opna veskið og hendi 20 skall í körtuna, þá fáum við 20 skall í körtuna, þá fáum við VIP viðtal. Hvað ætlar að ræða við Tóri úr Neighbors? Hvað ekki að ræða við hann? Ég held að það verði bara hann eða það sagði Tóri, það sagður sem var bara þögg. Hvað ætlar það að segja það? Ég er með fullt af spurningum. Fyrsta spurningin minn er náttúrulega, nú ertu búin að vera Neighbors í 19 ár. Akkur er helvitis nettverðið svona lágt? Þetta er bara versta fyrsta spurning ever. Og samtalið búið. Þetta er svona heiðaleg spurning. Því að mér finnst Nei, þurftum að byrja að sleikja upp en einhver váku og þróa sér leikar í bara segja þessi kóngurinn og eitthvað. Auðvitað myndi ég segja við hann að hann eigi að vera, þú veist, með 1 B inn á reikning. Það er eðlilega. Hvað er þú veist? Hann er bara Hann ætti að eiga samt svona $2 million. Ástralega er heimsálfa blöð. Þetta er heimsálfa. Kim Kardashian er með 1 B. Tóri er ekki með 1 B. Haldið að Tóri sé með eitthvað svona business on the side í Ástralíu sem að eins og, ég veit ekki, það virkar á mig sem algjör haugur sko. Já, getur verið. Jú, ég ætla að segja ekki. Tóri sko, það má samt ekki gleyma fullt af leikunum sem að farið úr nágrunum og meika, þetta er ágætis stökkpallin sko. Russell Crowe leik eins og í nágrunum, það voru ekki margir þættir en Russell Crowe í Neighbors. Já, og bara Jason Donovan ára, hann var að stærsta stjarni heimu, Kyle Minogue. Hvað var eiginlega Russell Crowe að gera í Neighbors? Natalie Bruglia. Hún var í Neighbors hérna og hún leikona sem var í Wolf of Wall Street hérna ljósara, bara geggja það hérna, hún var í Neighbors. Ok, og ég meina, og þeir eru að mótmála því að Kartan eigi að vera með eitthvað náður. Nei, hann ætti kannski að vera með hans meina því að Margot Robbie, var hún í Neighbors? Hvernig var Russell Crowe og Margot Robbie í Neighbors? Goddammit Gump. Hvernig voru þetta? Voru að fá það jafn mikið og Tóri eða? Hann veit ég ekki. Hérna, ég ætla að halda að vera með slúðið. Sko, þetta reyndar fór inn á nokkrar slúðisur og við tókum nú eftir þessu að Justin vinnur okkar, Bieber, hann var í því hérna á Instagraminu sinu. Þetta lítur ekki vel út. Jú, sko, af því að hann hefur ekkert farið. Hann er þrælstífur í þessu vídeói. Jú. Hann var að dansa með drikk. Blöð, þú ert ekki að fá það sama og ég fæ senda á Instagraminu. Ég fæ hlustendur senda beint á mig. Hann hefur sínt áður það sem hann að drekka bjór og eitthvað. Hann er ekki edru þegar kemur áfengi þó hann sé hættur í Þegar hann segist þér sober, er það bara hérna ég og drugs? Bara drugs. Nefndu mér eitt svona partikall sem er búin að vera, sko, þú veist, við veim ekki gleyma því, við vorum að fjallum í síðustu ykkur að lífverðinni, þú veist, að tjekka púls á mótnana hjá honum. Ok, nefndu mér eitt svona gæja sem segir bara, heyri, ég er bara, veistu hvað, ég er bara sober, ég er bara komin í drikki og ég, veistu hvað, ég drekk bara. Ég get ekki fara á mótið þarna því að ég spurði Bubba Mortens þessu í tónlistunum okkar, ég veit ekki hvort það fer inn í þáttinu eða ekki. Þá spurði hann, heldur að þú gæti núna bara prófa að það er 2 bjóra eitthvað, bara aldrei. Engin vímuefni, það bara gengur ekki því að það triggerar bara hitt, sko. Það myndi bara allt færlega helvitt. Hann þóru alltaf ekki að taka sénsina. Já, ég meina þú veist, fyrir utan það að var Bubbi aldrei neitt drikkjumaður, sko. Nei, þú veist, það er líklega þú getur líklega grafið upp einhvern gæja sem er búin að vera í bullandi neyslu og getur bara drukkið bjór í dag. Þú getur örgulega grafið hann ekkert, og sko, eina sem er hérna núna í þessu, því hann var greiðlega með drikka, sko. Já, hann var með drikk, já. Ekki bjór, þetta var. Sástu vídeóið, hann var bara dansandi inn í einhverjum flæbus. Var það ekki skrítin dansa? Skrítin dansa? Hann var hræri í einhverju. Já, stífur. Hann var bara, þetta var vesinn. Lokaslúrið, það er að Paris Jackson, vitið ykkur það er? Nei. Það er dóttir Michael Jackson og hún var að landa sínu fyrsta hlutverki. Á hún all this shit? Já, slattaði. Og hún er sko, hún er ekkit bara dóttirna, hún er söngkona og með 3 million followers á Instagram. Hún er söngkona, leikona og entrepreneur og hún var að leika, hún var að fá sitt fyrsta hlutverk í American Horror Story. American Horse? American Horror Story. Þáttunum? Hvað það? Það er svona smámæltur. Þáttunum? Í þáttunum, já, hún er bara að leika þeim.
og ósku henni til hamingju. Já, það er vel gert. Það er mjög vel gert. Já, ekki. Jú, Höldum við ekki með þeim? Hvað er Blanket sér að gera? Hver? Sonur hans Blanket. Blanket? Já, hérna Teppi? Já. Sonur hans Michael Jackson, heitir hann Teppi? Ekki með minnir að eitt barn En ég er að skoða það Paris Jackson, hún er bara að gera fábár hluti. Já, það er nefnilega málið sko. Betur, hvað heitir hann Teppi? Guðurinn? Æ, ég manna ekki hvort hann er bara að kalla það skeitir ekki máli, við skuldum auðlýsingar og langt síðan. Hlátur milli 4 og 6 alla föstudaga. FM 95 Blöð. Held ég, elsku vinir, þurfa að hlusta á FN95 Blöð hér á FN97 og drengi, við erum í sumagýr. Já, við erum í hættunum gýr. Já, við erum, þú veist, það er sko Botn og túból getna. Já, við sjáum þróttaramerkið mjög skýrt og það er náttúrulega búið að koma núna fram opinberlega í sjónvörpum landsmanna að spóli er ekki bara exclusive FN95 Blöð, þetta er bara orðið. Já, þetta er bara með textalýsingu. Já, þetta er þannig að þegar fólk er í stuði þá er það Pæli, næstu 20 árin þegar þú horfa á bíómyndi eða þátt og kemur ykkur að hey, are you horny? Það mun textin vera Ertu spóli hól? Nei, ég held að það verið svona one-off en við minnum á að Keiluhöllin er opinn alla helgina og er bara alla vikuna, það er hægt að vera í Keilu, það er passað upp á sótbarnið þar. CJO er rugglaður. CJO er með allt á hreinu og svo er að sjálfsögðu á Shaken Pizza. Ég ætla í Keilu tilbúð. Já, mér langar í Keilu. Ég ætla aðtöku þessu laust. Er Cocksucking Joe sjálfur að, þú veist, þrífa kúlurnar og... Já, þú veit það. Hann er allt í öllu hardest working man in showbiz, hann er bara að runna þessu. Jóhannes Ásbjörnsson, eins og hann heit hann í rauninni er einn sá almennilegasti sem ég kynnst á æfinni og ég er ekki bara að segja þetta því að hann er að sponsa þáttunum. Nei, ég hef hringt í Jóa, ég hef örgulega hringt í hann svona. Hann segir aldrei neyfið, hann segir fyrir ekki bara ég skal skoða þetta. Ég hringt í hann sko, þá er ég að tala með greiða, þú veist, bara svona hringt í hann bara svona, heyrðu, sorry hvað er að ringja seint, en er eitthvað lust, þú veist, getur þú græja eitthvað, og hann er alltaf verið bara, við rættum þessu. Já. Ég væli með því að hlustendur ringi bara beint í hann. Já, og svo ég kláði hann er geggjaður. Og íbarast Egill. Þetta er eitthvað sem að Steindi gerir en... Ég ger ekki neitt. Allt það rópandi hérna. Ég ger ekki neitt. En það er komið að dagskrárliðnum Þekki eða ekki sem að er einn nýjasti liður FN95 Blöð. Já. Og ég er að spá ég að bara halda mig við að henda þér út fyrst Egill. Þetta er mjög krefjandi lið. Ég glemt að senda ykkur spurningar. En það verður að senda. Það verður samt snöggir að svara. Já, en þú veist, þú verður samt að, sko, ok. Þetta er mjög það er fyrir hann. Mér er snöggir að svara. Hann er bara hinum með borðið. 5-10 minna Mér er snöggir að svara. Það getur horta á svona, ok, já. Hættu að drekka og drulla. Ég er að sprinta mig. Já, farðu fram. Þannig að við byrjum á þér, Steindi. Þetta eru 4 spurningar eins og alltaf núna. Og ert þú tilbúin? Ég er klár, þú veist, já. Fyrsta spurning, ég þarf náttúrulega pennan, ég þarf að skrifa niður svörin. Hvað gerir þið pennan minn hérna? Hann er það? 10 years. Nei, 10 years, hvað? Af því ég finn ekki penna. Það er rugglaður það. Þú viljastu vitlaus með. Hann er hérna. Hvað varstu gamall þú byrjar að drekka? Ég hef verið ég var annarkvort 14 ára 14 ára? Já, ekki gott. Ég var alveg 4 árum eftir þér. Hvað gefur þér einhver 15 bara 14 ára? Já, ég var í 8. Þú varst örgulega 13 ára? Nei, ég var ekki. Hvað gefur þér í einhvern útlitslega séð, svona dagsdaglega, ekki upp á þitt besta og ekki upp á þitt versta? Hvað gefur þér bara svona sko, heilt yfir? Þú hefur alveg semiblöð. Ég er að horfa það núna. Það er bara dagsdaglega núna. Nei, það er ekki dagsdaglega núna. Ég er upp á mitt versta núna. Þú segir þetta alltaf? Nei, ég er slæmi núna. Þú ert alveg eins og varst í gær, ég sagði ekki fyrir þetta. Nei, ég var miklu, sko, ég setti ekki á mig lotion í morgun. Já, það skiptir engum máli. Jú, ég er spáð svona þurr hérna og svo er ég svona, ég er ekki kliftur, ég er ekki rakaður, ég er ekki... Það skiptir engum máli. Ég hef alltaf sagt það. Ég rokka rosalega mikið í útliti. Hvað gefur þér dagsdaglega? Ok, þá ætlum ég bara að segja, ég ætla að breyta spurningunni. Hvað gefur þér í dag? Nei. Jú. Þú getur ekki gert það. Nú, ég stjórna liðnum. Já, í dag er ég slæmur. Já, og hvað gefur þér í dag? Ég ætla að svara orginalspurningunni. Nei. Jú, ég ætla að gera það. Ég stjórna hérna. Hvað gefur þér í dag? Á góðum degi. Ekki á góðum degi. Ég hef náð að teygja mig einhvers þar að byluna 8,7 til 9,3 á góðum degi. Chris Hemsworth gæti það kannski. Á slæmu degi hef ég verið líka alveg 4,5. Hvað ertu í dag? Í dag? Ég er búin að breyta spurningunni. Hvað gefur þér í dag? Nákvæmlega eins og lítur út. Má ég ekki segja bara meðaltal? Nei. Akkur ekki? Af því ég stjórna þessu.
Ég ætlaði að svara Já, nei, það skiptir einhver Ég máli ætlaði að segja 7 Hvað ætlar að gefa þér í dag? Nei, ég ætlaði að segja svona 6,7 En í dag, ég er bara ekki nema 5,3 í dag 5,3? Já, ég er ekki góður í dag. Heldur þú farir úr því að vera 5,3 í dag að þú verður allt inn í 7 á morgun? Ég er sko Ef þú setur á því lotion og rakaður Lotion, vel rakaður Heldur þú hoppur tæpa 2? Að sumri til smá búin að fá sólina Ég er örugglega 7,5 Ég ætla bara að segja Nei, Mér finnst hvað er talaðinn? Ok, ef þú heldur við alveg spurninguna þá ætla ég að segja 7 7 Já, það er meðaltalið Ok Mér finnst það, ég ætla bara að vera hinskilin Já, Finnst þér það ekki það? Jú, Þið finnst það ekki, ég er að horfa á þið Þið finnst þið bara að vera ljótur og Nei, ógeðslegur. ertu eitthvað rugglaður, mér finnst það frábær Eina sem ég skil ekki hvernig þú getur hoppað að vera 5,3 núna en svo verður allt inn í 7 bara eða Þegar raka og klippa Ég myndi ekki sjá það mikið mér sko Ég rokka. Þú fer ekki úr 2, Heyrðu. þú fer kannski úr 5,3 þá í svona 5,7 Sverrir Bergmann hefur sagt það að þegar hann lappar hann í bakari og fannst eitt snúð þá fitnar hann, svo lappar hann heim eftir bakari og hann grennist hann har alltaf sagt það, hann rockar í þessu ég rokki í útliti yfir höfuð Ok, næsta og þú verður að svara Já. og bara hvað er næstir og ég mun segja þetta við líka Ef þú ertu með fettis kynlífsfettis ef ekki, hvaða fettis er næstir? Ég er ekki með fettis Ok. En þú yrðir að svara hvað væri svona næstir? Hvað verður næst mér? Já. Og þú þarft að nefna einhver fettis sem já, ég skil ekki sem er svona líklegast Ég myndi halda að næst mér væri svona BDSM byrjandi Ok, elska svari Nei, þú veist, ég myndi þú veist, þá er ég að tala skilur Þú veist láta Nei, bara svona kannski handjátt Hvað segirðu? Þú varst að virka eiginlega heyri þetta Nei, ég er að segja alveg bara virka eiginlega heyri þetta Ég fór að hugsa, ok, tásufettist Nei, ég dætti ekki mörg í hug En þú væri til að láta berja þig og niðurlega Nei, ekkert endilega Ég var meira að tala um bara svona Ég kannski flengja hvort annar laust og smá handjátni og svona byrjanda fettis sko. Það væri næst mér Skilur, ég er ekki Og ég er ekki að hlæja fettisum, ég er að hlæja þegar ég hugsa út í þig En þú veist, það væri næst mér Ég hugsa það, ég myndi ekki alltaf fara bara að sleika tær á fulli Ég er ekki trefin af því Nei, ég elskar hinskilina, þannig ég ætla ekki að vera að gera grín En ég finnst bara, þegar ég er þetta, þú ert í Ég veseni veit alveg í veseni, þetta er allt saman eintómt vesen Síðasta, hvað heldurðu að þú hafur eitt í áfengi yfir æfina? Og þarna ætla ég að vera með ballpark á eftir Þannig að sá sem að er nær svarinu vinnur á eftir Þannig að þú En hvað heldurðu svona sirka? Sko, ég er náttúrulega maður er náttúrulega bara, þú veist, eins og svona flestir maður er búin að vera södra svona af og til í gegnum tíðina Ekkert eins og flestir sko. Nei, þú veist, við höfum alveg tekið grimm tímabil, ég veit ekki það Hvað, sko, bjór kostar, hvað kostar bjór? Ætlaðu að telja bjórna þarna? Nei, ég fór að hugsa bara, hann hefur ekkert allt, sko, vín hefur ekki alltaf kostað það mikið að gera í dag Nei, ég þarf bara svona, hvað heldurðu sirka? Ekki bara Þú ert ekki að tala um flug eða hótel, þú ert bara að tala um bara í áfengi Þú ert ekki að tala um leigubíla Nei, bara hvað hefur Ég er ekki að tala um hvað hefur eitt í jam, hvað hefur eitt í áfengi Ég myndi giska á að ég með, sko 3 milljónir 3 milljónir? 3 milljónir Veistu eitthvað rugglaður? Í hvað áttina þá? Já, nei, hvort þeir eru 3 Finnst það meira? Þið finnst það meira? Ég hef alltaf verið meira Segir það 4? Já, 4 4 milljónir 4 Hvað finnst þér þetta að vera leiligt svarið? Nei, ég held að þetta sé meira en Herru, fuck it Sendur Egilin Nú, maður er svo efins um svörin Egil Nei, býttu ekki banki Býttu, slaka á Mér langar samt að skoða eitt Taka, býta aðeins Nei, hann er komin inn Egil, býta aðeins, við erum ekki búinir Hvað? Fettistótið Já Það er, býta aðeins Nei, ég ætla bara að býta aðeins Ég er að skoða það svar Nei, það er bara of seint núna Egil Já, það er bara að þú getur ekki breytti Egil Hann ætla bara hann er hrættur við þig að skeitir ekki máli Þetta er alveg Steindi vesen í dag sko Nei, þetta er ekkert vesen Út með það Steindi Steindi fann út og Egil að sestur hérna beint á mótið mér Og þú farið svömmur spurningar á Steindi Verstu kannski aðeins negra svara en hann Hann var eitthvað hægur Já, hann er bara svo Ég var fram í 3 korter Já, hann bara treystir aldrei svörunum sínum Erst þú tilbúinn? Ég held það Já, hvað varstu gamall þegar þú byrjar að drekka? Sko Áfengi Més
Sko, ég fór til Mallorca svona 15 ára eða eitthvað með gamla settinu. Varst það að fá þig það? Já, ég fór í slæma félagskap og enda átt að skella mig eitthvað tequila stöp. Ok, nú hefur verið 15 ára. Ég hef ekki drukkið tequila síðan, en það var stuttu ferill í því. En byrjar að drekka eftir það? Sem þú komst aftur heim og þá varstu orðin að veteran. Nei, ég var ekki veteran, sko. Ég var alltaf fótboltagómur, sko. Þannig ég var, en þú veist þarna, ég endaði tequila náðan, sko. Ok, 15 ára. Hvað gefur þér í engun útlitslega, svona dagsdaglega? Þá er ég ekki að tala upp að eitt versta eða besta, bara hvað svona yfir heild, hvað gefur þér? Yes. Svona meðatal. Sko, þetta er ekki að tala þér, sko. Ok, svona average. Já. Og þetta stundum í fjarki, stundum getur yfir 9,6, sko. Já, það er rosalega, þetta er saman stendi, það er rosalega munur á okkur. Vist, ég held að munur sé meira svona stundum erstu talan sem þú heldur og sért og svo munur kannski 0,4. Þetta flakkar ekki. Þetta segir sér bara sjálft. Þegar þú ert að hugsa þig, borða holla mat, æfa. Erstu ekki alltaf að því? Snirtið þig. Gerur það ekki alltaf? Skilur, eins og núna eins og verið í leinlöguna þegar við félagarnir vorum að leika, þá þurftum maður að vera í lagi. Þannig að þú hugsaði ég svolítið ekstra þetta. Þannig að ég var ekki svo huggulegri þá en þú veist, en ég er í dag. Þú hættir að taka upp. Skilur hvað við? Þannig að ég myndi segja að ég verði stundu fjarki, stundu 9,5, ég myndi segja average 7,2. 7,2. Ok. Já, og þú verður að svara hérna, þú þarfst bara að finna eitthvað sem er næst þér. Þetta er erfiðast, þetta er ekkert eðl. Og það er þægilt fyrir þig alltaf að vera hana hinum megin og Ok, ég ætla að byrja að spyrja þig, ertu með eitthvað fettis? Og ef þú ert með fettis, hver er hann? Nei, ég er ekki með þetta fettis. Þá þarftu að nefna hvað er svona næstir. Þú yrðir að segja einhvern fettis, hvað fettis er svona næstir. Það er hræðileg spurning. Nei, þetta er bara hendur spurning. Já. Ok, nei, ég Mjess rassafettis. Ég get svarað. Það heistir mér svo ég sé bara svo sem 10 ára þegar ég er að spila þetta. Hvað er að segja? Hvað heldur? Það byrði bara að heyra svo. Já, ok. Stindu að þetta. Ok. Hann var hreinskilur. Hann var alltaf hreinskilur þú. Ok. Já, því að, veist, er það eitthvað fettis sem heitir bara ráðist? Þú sagði hvað er næst í, þú veist. Ok. Síðasta spurning. Yes. Hvað heldur þú að vera eitt í áfengi yfir ævina? Og Steindi spurði hérna hvort það verið að tala um leigubíla og hótel. Nei, það er bara að vera að tala um áfengi. Ég er ekki að spyrja hvað það verið eitt í jam. Utlandsferðir er ekki inn í þessu, hótel, bókanir. Nei. Og allt það, mes, ok. Ég mun svona að vera með ballpark og annar eitthvað fær stig fyrir þetta. Helviti erfitt að setja mig upp. Við það reikni vel og ég þarf að fá að hugsa þetta og ég bara svara strax. Já, enda ég spurði ekki hvað heldurðu, ekki hvað hefurðu. Nei, ég bara ok, mes, 15 ára. Þannig 25 ár. Þú veist að borga fyrir sér tequila stöðbarna á Mallorca. Byrjaði þetta strax þar? 10 eurur kannski? Já, ég geti fengið lánað og 25 ár. Þetta er 52 helgur á ári. 52 sinnum 25. Það eru 1300 helgar sem ég veit kannski average 10.000 helgi. Þetta er 15 miljónir. 15, ok. 15 miljónir, það er endar fyrir utan flugferðir, hótel, dinner og allt þetta svona. Ok, Stendur mót kom inn, báður búin að svara. Fyrir tími þetta. Já, þetta er líka, sko, þetta er erfitt sko, það sem væri það heldur þessi uppdate okkur fyrirfram með spurningar ekki undirbúður og það er alltaf purringar á svona goddamn spot og meðist það vera erfiðara líka bara með hverju þættir. Já, það er það heldur í blöð, sko, að setur hann bara skellir hlægandi með headphone-in og þetta getur ekki með það saman. Ég er ekkert skellir hlægandi, ég ætla að byrja á því, Steindi, hvað hefur Egill verið með rétt svar hingað til það? Ég held ekki, ég náði hann einu eitthvað. Hann náði einu stíð. Steinþór, ég er mjög ofta með rétt svör í þessum dagskráðu. Ég er nefnilega að hlusta. Þú þetta betri í honum, við ekki með það. Já, það er því að ég hlusta á hvað þið segið í þættir. Steindi, hvað var Egill gamall þegar hann byrjaði að drekka? Sko, ég ætla að gíska, hann er Kópavogur, það er alveg svo frekar viltu staður, sko. Ég ætla að segja, ég er annarkvort, ég er að gæla við 16 og 17, ég ætla að segja 16.
Hann var 15 ára, það var snáðat í Goddammit maður Shit, hvað góður í þessu leik Nei, hann fekk ekki rétt Já, samt Hann er talented motherfucker Ná, næstu með Ég náði ekki að hitta Hvernig, þetta eitthvað tífalt glera á þessu drastlið Ég var ekki með rétt svar Já, þetta er samt ekki mjög vel gert sko. Ég var alltaf annað 15, 16 og 17 Hvað var Steindi gamall þegar hann byrjaði að drega? Sko, flesti sem ég tala við sem þekki Steinþór sem ólust upp með honum eins og Dóri DNA og fleiri þeir segja að Steinþór hafi verið hann var að rebel skástríka bully Ég segi nú ekki bully og málið er að sko Ég hef heyrt það. Já, hress og rebel og svona fyllibetta sem er skilur að vill alltaf vera allir hafa gaman passa allir sem hafa gaman hann byrjaði að snemma 12 ára Hann var 14 Anskotu motherfucker 12 ára, ég gæti að hafa verið 15 sko. Hvoru er eitthvað fæði stigi þá? Það er 14 ára Já, eða 15 Þá spyr ég Hvað ertu þig með Dóra DNA þá? Já, og öllum þessum vilsingum Egil, ég spyr þig, hvað gefur Steindi sér í einhvern útlitslega svona dagsdaglega meðaltal? Sko, honum finnst hann sjálfur vera ekkert eðlilega sexy Hann myndi ríða sjálfur sér ef hann geti Slökum á hérna Steindi myndi geta sjálfan sig ef hann væri úr súkkulaði. Sko, ég er að horfa út á gluggan, það eru bílar að kera hérna framjá Já, en Getur verið En krakkar í málega, bílum. ég sammála Steinda með það Mér finnst hann huggulegur Já, ég Hann er trúi huggulegur. Enginn sem ég þekki sem eyður jafn miklum tími í speglinu Nei, þú veist, hann er sætur Já, En sko Það kemur bara fólki á óvart þegar ég segi þeim sko. En hann er samt sko Hann lítur á sko 8,5 Nei, hann sagði 7 Hæ? Já, þú veist Þetta ljúa þá sko Nei, á Þú lítur á það sem 9 sko Nei, ég Hann sagði að hann var 9,3 þegar hann er upp á sitt besta Sko, upp á allra besta Það sé að segja Það sagði 8,5 Þetta er gott Já, þannig að þú varst að leita á hvað hann Já, hann myndi að segja Hvað besti myndir þú dagurinn, segja já. sjálfur? Það er komið keppniskap í eil Það hefur ekki hugsað hvað honum finnst Hvað hefur þú sagt sjálfur bara? Hvað mér er bara sama svar Fjarki? Fjarki? Nei, þú veist, þetta er ekki að spyrja hvað mér finn Það er bara Ég veit hvernig leikur virkar Þá spyr ég þig, Steindi, hvað gaf Egil saman sér? 10 Nei, 7,2 10? Hæ? Hann var 0,2 með við þér Hann vildi minna Steinþór, ég er ekki 7,2? Steinþór, hvernig er ég að tala um ég sé eitthvað sexy? Ég held að ég var nokkuð vissum að myndir líta á allavega sem 9,7-8 Ég sagði þið blöð, ég stundum mér 9,5 Þess að ég var leikar um daginn í leinalökunni, þá er ég 9,5 En vanalega er ég bara þristur Þannig séð sko Herðu, Helviti erum við way off hérna maður það er ekki komið stig Þú er ekki lengur góður í þessu leik Jú, er 0-0 ennþá það? Já, ég spyr þig Steindi Egil, hann svaraði að hann væri ekki með fettis Þannig ég spurði hvað væri svona næst honum Og hvað heldur þú Egil hafa sagt? Ég myndi sko þegar ég var að svara þessu á hann þá vissi ég hvað ég myndi segja núna af því að sko með hvað Egil hefur verið að segja sko að svona hans nánasti hópur er að vinna með þá myndi ég halda að vera pissufettis Pissufettis, nei, það var ekki svarið Ef að ég væri pissufætti Ég var að tala um það The Goddamn Radio Væri ekki að tala um eitthvað annað Við ljúum ekki að hlusta Við ljúum alltaf Nei, ég samt, þú veist Mikið af mínum bestu vinum verið með pissufætti Þess vegna hélt annað Þegar þú væri Þetta var gott svar hjá hann Hann hlusta Gátti ég að gíska okkur allt annað fettis Það er eina sem fettis sem ég heyri Veist hvað fettis hann er með, hvað hann er næst? Rassafettis Rassafettis? Hvað minnur með rassafettis? Það er góð spurning Rassafettis? Þá spyr ég þig, Egil hvaða fettis er Steindi næst? Hann sagðist ekki heldur verið með fettis en hvað var svona næst honum? Hörðu Sko, að koma nokkuð til greina Hefur, þú ert ekki að fara að tellja það eftir Þú segir bara Nei, sko, nú ætlum ég bara að fara sem er mestu líkundar á Já, þú mátt ekki fara að tellja allan fjandan í það Nei, ég ætla ekki að gera Steindi ég vil bara eitt svar Ég get alveg sagt líka að koma nokkur upp í þér Ég sagði bara eitt Það er miklu erfur fyrir mig, sko Þegar koma nokkuð til greina hjá Stjóni Nokkuð til greina? Nei, þér er dætt nokkuð Ég ætla að velja sem er líklega En þú veist að svara mitt var samt að ég er ekki með fettis Þú veist, ég er Hvað er næst honum? Þú er mikið lígar, ég elska það, sko Er ég legur? Ég fer ekki heim og ger eitthvað fettis Ok, hörðu Það er blöðrufettis Það getur ekki sagt nei, hann svolítið vinnu og vann í 3-4 ára á sama staðnum Nei, bara út af því, sko. ég vann í nokkra mánuði í fyrsta lagi og blöðrufettis, ég veist ekki eins og að vera hægt að segja það Ég er hægt að segja það búið til einhverja fettis Hvernig er blöðrufettis? Steindóttir Vardar hann kom með alvöru fettis Veist hvað svarað hann segja? BDSM
Já, það var svona Það næst að binda þig og berja þig Nei, það er máli, ég sagði veit það, hvað væri svona Svo næsti, ég Þetta er BDSM-kall Nei, Steindi, ég er ánægð með Já, ég Þú varst hreinskilin, bara ég ætla að búa til Ég held að vera blöðurkall Herru, má ég að tala? Ég var að fá að tala Má ég tala? Já Herru, ég er að segja Ég vissi ekki að þú getur sagt bara Ég fíla brjóst Ég vissi ekki að það væri Það fettis sagði engin brjóst sko Nei, og ég vissi ekki að væri fettis Rassafettis Ætla það Hörðu, blöður er það ekki fettis? Þú sóttir vinnu Já, ertu að tala- Bara út af þessu fettis Sko, ég er með Steinda í liðið þetta Maður har aldrei heyrt blöðrufettis Ok, ef Það ég sóttu vinnu á stað og það er með En blöðurfett hvernig er fettisinn mitt ef ég farið heim til mín Og ég var að fara í blöðrufettisinn mitt Hvernig er það? Þá viltu vera bara í brjóstanum á Já, bara blöðurkall skilur Já, er þetta ekki bara partur af einhvern veginn aksjóni og Jú, er þetta ekki líkamann meira annarkvort eftir Þú veist, ég ætla að vera Tits að eða tala ass, Ég ætla að vera að já. tala tásurnar og Já, ég er sammála pissið þér. Það og- eru til 6.000 fettis Já, og eitt ég- af það er bara blöðurfettis Já, eina sem ég dætti voru 3 fettis, bara svona fljótu Ég sagði að ég væri líklegastur frekar fyrir, þú veist ég er ekki útskýrt Nei, nei. ekki Þú sagði full- BDSM Já, ég er ekki fyrir fullblóm Þú varst ekki að skammast þeim fyrir það sko Það er Varstu að elskar það 50 Shades of Grey drastlega Þetta horfum mikið á það Nei, ég var að segja, þú Ég var að spyrja. það var líklegast af þessum plættum sem ég var alltaf að hugsa um að Er ég þetta væri frekar til- raskatlega og þannig Æ, herru, Ég spurja ég var að hugsa um bara, þú veist Egill, handjárn eða- hvað heldur að Steindi að sagt hann að þið eitt í áfengi ever yfir æfina? Sko eftir hann var celebrity þá eigður hann lítið þegar fólk splæsir á hann Hver er að splæsa með áfengi? Og því að ég segir eftir þú varst að hot celebrity Já, Fram að því varstu gómur ég þarf svar Hvað heldur hann sem búin að 25M Nei, hann sagði 4 25 Hann sagði fyrst 3 Ég var með Það eru 4 Hann sagði fyrst 3 ár Þú byrjaði að drekka 12 ára Kaffið eða 4 Ég byrjaði milljón að drekka 14 ára Herru, 100, nei, hvað svo, 25 M 25 miljónir 4 miljónir Stenþór 25 miljónir Þetta lítur að Steindi, ég er bara að vara með þetta allir sitt í svona sexunum Já, og þetta já. er svona 4 miljónir hver skipti sko Nei, ég er ekki að eyða 4 miljónum í bjór Þetta er helviti mikill lígi sko, ég er ekki vel Það öðru flýtur að drekka við borðin. Ég er eiga svona 100 áskalli í vín Hvað spyrir þig, Steindi, hvað sagði Egill hann að eitt í áfengi? Sko, Það er 0-0 Já, ef hann Þú sagði getur unnið þetta. Ef hann sagði við mig Þetta er hvori nær Já. Ég sé að verður að vera sigurverð náttúrulega Já. Ef hann segir sko 25 við mig Þá ætla ég að segja sko Og hann var að kalla mig alvöru fyrir Ég ætla að segja sem minn Í rauninni get ég sagt minna Og ég ætla að segja að sé 15 miljónir Það var hárri Hann sagði Hann er ekkert eðlilega Hann er ekkert eðlilega góður í þessu. Akkurat eitt stík Varstu með akkurat 15 Nei, Hann miljónir sagði 15 miljón Já Hann er ekkert eðlilega góður í þessu. Ég var að hlósa Steindi Steindi menn sigurinn hér í þekkið ekki Enn eina ferðina Enn eina Og þetta ferðina er reynda lögst Það er blöður í fætti svo Það var Ég er ekki með blöður Hotnið þá fyrir Ég er gaman að blöðurum Bylgjuleikin Ekki með svo honum FM 95 Blö alla föstudaga á FM 957 Held ég þeirra að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 hverki annar staðar og við Steindir er komin inn í klefa Já. þannig að það er einhver fíblagangur að fara að hefjast og það er með þess að við erum hérna á sumadeginum fyrsta Já, hérna líður okkur vel sko Já, það er enginn hérna fram yfir einur í vinnunni eiginlega Já, já, við sko að því að okkur langaði svolítið að nýta hann á dag Já, Sko, ég það var er samt að fatta og þú stundu ekki hefðum alveg geta gert það á morgun sko Já, já, en þú veist, það er komið að sko Það er komið að, náttúrulega frekar nýlegum lið Já. Hann er svona einn af þessum 9 liðum Ferðarleikur bylgjunar Ferðarleiku bylgjunar og það er náttúrulega liggur vel við að það er sumardagur fyrst Þannig að það er verið að keiri sumarleik Já, Og þetta snýst um hljóðin, blöð fullt af hljóðum og líka hóstin er með vitlaus svör sjálfur Já, ég er alltaf með vitlasör Og ég er alltaf að býða eftir því að einhver æsi sig Já, vonandi gerist þetta Ég vonandi sko en Herra, hvað helst þú aftur að uppstigningardagur var kallað þegar ég var að semja þetta með þér? Ég sagði á hann, við vorum að tala um hvað Ég sagði uppstillingadagur Já, Hvað sagður? Ég sagði Já, þá sagði ég uppstigningardagur Þá sagði þú, nei, ha? Ég sagði, akkur er uppstigningardagur Alveg, Já, af því að hann stegu upp Já. Þetta var rétt hjá þér, ég googlaði þetta Þannig að sko, þú ert jafn heimskur og spilaði í þessum dagskvöli Nei, ég bara, þú veist Málega, alltaf þú heyrir einhvern segja Heyru, svo morgun alltaf uppstigningardagur Og hvað segir Hérstu þá uppstillingu? Þú segir þetta alltaf bara uppstigningardagur Hérstu þá bara að Jay-Z okkar maður verið að stilla sér upp á þessum degi? Veistu hvað, ég hafði ekki einu svona pælt mikið í þessu Ég er bara, þetta er svona eitthvað sem ég heyri ekki bara árlega sko Herru, við ætlum að vinna með nafni Katrín, ertu tilbúin? Svo erum við náttúrulega nokkur þetta blöð Þú veist, það er fullt, það er stemning Það er allir Ég tek Já, þú ert, þú veist, þetta er partilistin
Já, held ég, drengir, það komin manneska á línuna. Þannig er þetta Katrín? Já. Komdu sæl og blessuð. Siggi Þrastar heiti ég og hringi úr beinni útsendingu hér af Bylgjunni 989. Við strákarnir erum mættir í stúdíu og það er sumaleikur Bylgjunar og við erum að hringi fólk að handahófi og við erum að losa sumavinning. Já. Og þetta er vinningur, þetta er flottu vinningur, þetta er hringferð landi, það eru fjórhjólinn í þessu, það er veiði, það er skíði fyrir norðan og gisting og ég veit ekki hvað og hvað. Þú þarf bara að svara einni spurningu rétt og ég er með 3 fyrir framan mig. Ertu klár, Katrín? Já, ég held Þá fáum við fyrstu spurninguna og hún hljómar svona. Hvað gerðist 1. maí? Af hverju höldum við upp á 1. maí? Af hverju er frí 1. maí? Ég frítar verkalýsmanna eða eitthvað. Fyrirgefðu? Ekki frítar verkalýsmanna. Vor í Vallaskógi. Katrín, því miður. Það er ekki rétt, það var í Arnarskógi. Vor í Arnarskógi. Og hvað djók er þetta? Hvað djók er þetta? Þetta var vor í Arnarskógi. Já, ok. Herðu, en það er þú hefur annan valmöguleika til að klóra í bakkan. Og ég spyr bara strax að því, hver flutti lagið Vor í Arnarskóginum? Kaljó eða eitthvað? Kaljó. Katrín, ég trúi þess ekki. Anskotin sjálfur. Því miður, það var sálna sjónsmins. Herðu, þetta er ekki að rjúka út í dag. Því miður, þetta er ekki að rjúka út í dag, Katrín. Við þökkum kærlega fyrir okkur samt sem áður stráka. Það er stemning á okkur, eða ekki? Þótt að Katrín hafi skipt afstönd og þá erum við stemningu. Við reynum að losa þetta út. Herðu, við ringjum aftur eftir viku, Katrín. Hafa það gott í sumar, Katrín. Hafa það gott í sumar, Katrín mín. Þetta er fyrir sem að leiðu. Takk fyrir það. Siggi Þrastar kveður á Bylgjunni Þú ertu búin að skella á. Svo mikið heila blóð. Þetta er þessum klefum Það sem að þarf að vera kamera á. Við erum með síman á fullu. Ég held sem ekki álag okkur. Steindir hún eldröður í framann. Þetta er því sirkus. Ég er með tölvuna, ég er með 1 samt í tölvunni og annað í símanum. Þú ert með 2 í símanum þínu. Við þurfum að vera. Þetta var, hún var náttúrulega aldrei að fara að rífast. Þetta var ung stelpa sem var með þetta allt á hreinu og svaraði báðum rétt. Já, hún lendi ekki heldur að þrasa við mig, sko. Hún bara svona tók þetta kassan svolítið. En við höldum áfram með hennar leik, þar til við lendum í rifrildi við eitthvað. Já, heyrðu, ég var að taka upp næsta. Ég var að taka vídeo á næsta klefa og þannig að við getum postað svona hvernig stemningin er hérna þegar við förum í sumarleik Bylgjunnar. Þetta var ferðaleikur Bylgjunnar, sumarleikurinn í dag og bara að gleðilegt sumar. Ég var ánægð með þetta. Ná, þetta var gott. Öddi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga. Þeir eru sérst FM 95 Blö hér á FM 957 og Steindi nýbúin að tegja sig í Túborg kælirinn með einn ískaldan klassik. Blökælirinn. Heitir þetta blökælinn? Ég meina að þetta er FM 95 Blö og Já, reyndar. Það er stutt í það, drengir, við þurfum bara að henda okkur í hvítasloppin og sæna okkur út í viku, sko. Af hverju? Nei, bara svona ef þetta heldur Í viku þá til að næstu þáttur er það? Já, bara svona aðeins að stökku í sandala og hvítaslopp og... Já, ég meina við erum alltaf bara Það komið sumar og tegur 2 kalda. Það er summer. Já. Við erum með blökælir. Það er ekki alltaf að fá sér 2-3 jökul. Já, það hefur aldrei dreifin Já, ef þetta væri mánudagur, þá var þetta kannski vesen, sko. Já, það er vesen, já. En það kom að dagskráralið sem að, hræðir okkur Steinda hvað mest í þessum þætti og Ekki heitir núna. Og spurningi það er nú bara King of Summer. Já. Skilur. Titillinn hljóma rosalega sakleysislega. Það er ekki leiðindi í þessu. Bara King of Summer. Hver er meiri sumarkall, skilur. Allir léttir. En samt, þú veist, ef maður er hreinskilinn öllum sama, hvað er King of Summer? Já, maður veit kannski vera King of vina sinna eða eitthvað en. Já, ekki King of Summer. Já, ég veit það ekki. Ég var eitthvað alveg til að vera King of Summer. Ég ætla ekki að vera að draga úr þessu. Við erum ekki að fara í þetta fyrsta skipti. Við vitum að það er eitthvað viðbjörna. Það er bara hannig. Þetta er reasonable. Eftir Ívar Guðmunds tók hann í gegn þá. Já, Ívar skammaði. Já, neða, lasiði mér. Já.
Og þá hefur hann svona aðeins breytt spurningunum. Ég hísjaði upp eftir það. Já. Eins og menn gera, það er að lesa yfir þeim. Það er Ævar Mannsson er legend sko. Já. Ok, The King of Summer 2021. Takk fyrir að láta hann heyra það, því að við vorum áttið þreyttir á sömu spurningum. Takk Mannsson. Sko, þetta er segjast King of Summer 2021. Skilur við að blöð vann King of Summer 2019. Þú veist, þann heldur þeim titl ekki að eilífu. Nei, það er bara 1 ár. Já, þetta er bara, nú getur þú verið kongur. Já. Þú varst að vera á tannum til að vera King of Summer ár eftir ár. Ok, núna gaf ríkisstjórnin út og það séu ágætislíkur á allt opni í júni hér á Klakanum. Eru góða líkur að þú ofpeppist og keyrir þig á flöskuborð? Nei, strákar. Já, completely honest, það er að koma bann. Ég sko, komin inn að vona sér eftir 2 vikur. Er að segja þegar 101 Reykjavík opnar, þegar allt er farið út, bara allar hömlur af veitingastöðum, öllum jamstöðum, að þessu ekki að fara að flaska þetta upp eða? Já, sko, málið er að hvað er eins mánuð að bann heima? Já, þú bara, þú veist, blöður heilt babysitter. Já, ég veit ekki með börnin eitthvað drengir þessi nýfættu, en ég, sko, ég á 12% upp í fyrir þetta, Bréfin? Já, ég þakka stundu Guði fyrir hvað ég er með mig, sko, ég er með Diamond Hands og ég þakka Guði stundu fyrir það og sko, ég á Instagram að þér það sem þú veist að segjast alltaf að fara að selja allt. Nei, selja allt. Ég sel ekki. Sko, þú færð svo upp og niður í þessu, sko. Já, en þessi að maður með Diamond Hands, sko, það var enda, sko. Nei, hann bara gati ekki selt. Nei, ég er ekki að fara á flöskuborð þannig að reikna og fyrir snið. Sko, maður var ósammála. Ég held að við félagarnir munum fara út að borða einhvern, veist, á einhvern stað. Ég er búin að segja, ég ætla að flaska. Og við munum enda á flöskuborð. Ég ætla að flaska mér. Sko, þið áttu ekki því, það er komin 2 ár af þunglindi. Er þetta einhvern tíman í sumar? Einhvern tíman í sumar. Ok. Ég bara, við sitjum á borði, að flaskaborðinu, menn eru léttir. Veitu, já, þegar ég skal taka mig punkt. Er það ekki? Og þú lætur alltaf eins og ég sé með paper hands. Þú ert með það. Ég ætla bara að minna á eitt. Manst þetta er Grís með John Travolta. En þú veist að ég á allar okkar samræðar á Messenger. Ef að stóri lekin kemur núna, þá myndi allt Ísland vita að þú ert með paper hands. Var hann með Diamond Hands? Sendur hann ekki orðrétt, ef ég gæti selt þetta á Rusland myndi við erum búin að selja það ég kem bara hreint út, það kom hann eldrauðu dagur. Já, þú ætlar að selja allt. Já, kom eldrauðu dagur, ég sagði við blöð, anskotin, ég var komin eitthvað svona, það var komin eitthvað svona þreyt í kallinn. Sagður orður rétt í döðsjö eftir að tekið þátt í þessu? Sagður það líka? Ég veit ekki alveg hvernig ég orðaði nákvæmlega, en sem betur fer, er ég bara þannig að Guð skerru, ég er með demantshendur og eins og, þú hefur séð John Travolta í Grís, mannst eftir aðrunum þegar súma hratt inn á hann þegar hann er nýri bæ hérna, með öllu genginu sinni, hann lítur svona yfir aukslaði með sígarettu, mannst eftir því? Þannig er ég á rauðu. Það er að fá næstu spurningu. Þetta er mest að kjæfta það, sko. Þannig síkó. Það er eitt og þetta var líka, þetta meikalega, auðvitað eru að fá flöskum á félagarnir ef Ísland er COVID-free, ef heimurinn er COVID-free. Já, sjálfsögðu. Heldur þú muni make sweet passionate love utan dýra í sólinni í sumar? Nei, mér finnst það ólíklegt. Ekki undir ykkur tríð ykkur rugli? Nei. Ég fór alltaf inn að hugsa eitthvað á pallinu, men það myndi aldrei gerast. Tjóður í, blöður flottur á pallinu. Ég var að segja það, það er komið að baby núna í byrjun mæju og það er bara ekkert að fara að gerast. Við erum báðir náttúrulega með lítil börn, sko. Þetta gengur ekki. Steindi, þú ert svona einsás, þú veitir alveg að geta það. Já, nei. Þú ert sett svona, eða ekki? Nei, ég er bara hinskil, ég held ekki. Nei, ég geti næstu Ólasfjörð og tjaldar og veist, skilur, er það ekki? Ég get sagt þér þetta einn. Það er 20 og tvöfalt brjósklós. Já, sko, ég sef ekki í tjaldi, sko. Ég er með 2 brjósklós. Kona mín sefur ekki heldur í tjaldi. Og það hefur ekki með brjósklós að gera. Og það er ekki með brjósklós að gera. Og ég er ekki fara að ná henni til Ólasfjörðar heldur. Þannig að þetta er bara dögt. Ok, það er eitt. Ertu meira horni á sumrin en veturna? Ég veit það ekki. Já, sko, þetta er alltaf. Já, þetta er sko málega. Jó, ég ætla að segja. Það er ekki. Það er punktur á Blondale. Það máttu heldur ekki sko horfa fram í Completely honest Blondale. En það má ekki heldur horfa fram í að þú veist það kyngir snjóat úti, þú ert undir teppi inni. Steindi, þú lappar út í bíl og ert að skafa. Ertu graður það? Nei, það er ekki þannig. Það er svaraði bara. Já, sumurinn líklega. 2-2. Sko, þetta er hefur þetta verið svona spennandi? Nei, það er allir að deyja. Ég sá bara bíl keyra út af því heldur og takir sólríka, bjarta, smekklega og huggulega
liðmynd í sumar eins og Þessi, sko, ég er að bara hringi í Þessi þarf að bara hætta Við erum aldrei að taka limit eins og Richard Já, nákvæmlega Herru, nú ringir Herru, er ekki bara línundan og rauðklóð Þetta er Ívar Dýrmund sem ringir öllum línum Ívar getur að gefa mig slaka með þessa eða ekki Nei, sko Næsta, þetta er nei á báða Já, það við erum ekki að fara að Ekki gera svara við Steinþór Ég veit hann er ekki að fara að gera Já, það við erum ekki að fara að gera það Ok. Hefurðu sendt konuninni afmæliskveðju á Facebook og látið fylgja með að hún sé geðveik í dögi eins og Brian Eccleston gerði? Hann sagði það ekkert Á Kristján Bói Þú mátt þetta ekki, þú mátt ekki vera að breyta sem að skrifa þið vittlisengurðin maður Hann sagði klikku í rúminu Hann sagði ekki geðveik í dögi Hvert eitthvað Díla Það var að segja það basically. Nei, hann sagði klikku í rúminu Hvað veist þú hvaða stellingu þau eru í? Bara dögi Sem yfirmaður og þáttarins þá tekið þetta ekki mál Hann skrifaði þetta ekki Hann postaði á vegginn hjá konunni sinni til Klikku í hamingju með rúminu, daginn, já. elskar mín. Hún er frábær kona og klikkuð í rúminu Já, hann sagði ekki eitthvað Hann sagði ekki geðveik í dögi Blöð, ég ætla ekki að vera leiðilegur Svolítið En ég ætla bara að rifja þetta þessu upp Og hér hefst lestur Þessi yndislega og fallega stelpa á afmæli í dag Hún er með hjarta á gulli og er klikkuð í rúminu Já. Til hamingju með daginn ástin mín Hvað þýðir þetta að hann sé frábær í dögi? Það er bara Frábær í Nei, dóki en- Sagður það áðan? Ég segi það. Það er Er það ekki? ógeðslegt Þetta er nei Hvað var hann að meina þá? Þetta er nei hjá mér Mr. Expert? Nei, sko Stendi segir bara nei og fyrir Já, mér nei, já Þetta er nei Ég man ekki eins og hvernig spurningi var Nei. Var hann Brian eða? Bara Nei, ég sagði, hefur þú gefið konun afmæliskveð á Facebook? Já, nei Og látið fylgja með hann sé frábær í dögi Nei Sem er þess að King Brian Eccleston Já, var ekki nei, sem nei. hann átti afmæliskveð að Já, síðan ég hef aldrei séð neitt. Brian Eccleston Já mun go down in history bara Þetta er 300 ár verður fólk að læra Brian Þess ammæliskveði Já, ég sko Herru, getur við farið í næstu Já, spil? já, við höfum ekki séð svona kveði áður Hefur gefið einn á hlið að sumri til Veistu hvað það er? Pælið því Pælið því, strákar Pælið því að það ekki að vera Þetta er 100% punktur og annan Pælið því Það er bara staðfest En ok. Ég er bara að hugsa Ég hef ekkert verið mikið á hlið Ef ég var að hreinskilja Ég sé ekki það Það er að fá punktir En maður sé á hlið Já, hvað mér hefur verið á hlið? Já. Þú hefur ekkert að vera á hlið Já, hvort það er gæst á sumri til Ég bara veit það ekki Nei, verður hvað, er það verið, þú veist, ok, hvað mér hefur? Við erum ekkert mikið á Ég er ofnað með allt og mikið Við erum ekkert mikið á hlið Ég var ekki Nei, ég er ekki að segja að fólk sé mikið á hlið Nei, Ok, það er upp veistu hvað, ég ætla að segja það er náttúrulega ekkert upp á stellingu minn Ég var að reyna að koma smekklega frá þessum daginn Nú, hvað er það? Lígur og Nei, hlustandi það var spurt bara upp á stellingi Þú veist, ok, fuck, minna, þú veist, ég er að reyna að koma smekklega frá þessu Þú veist, það verði að gera það Ég hendi bara beint í dögi Já, hvað er upp á stellingi? Ég er eitthvað við tölum þetta er ógeðslegt Já, hvað er þá upp á stellingin? Hvað er að tala um þetta? Þetta gengur bara ekki Hvað er þá upp á stellingin? Ég ætla bara að stick to it, sko Já, hlið, já, það Ég er að segja, þú veist Þetta er, ég vil ekki ljúa en ég hugsa ekki Steinþór Ég ætti pottið punktur á hann Já, eðlilega, er þetta punktur á mig Elskar að sumarið meðal annars út af því að fólk er léttklæddara og þú fílar það því að þú ert mikill blöðrukall Og það segir þetta eitthvað bara Robotik eitthvað Nei, en, veist Já, ég Sumarið betra því að mér er sjálfum skemmtilegra að vera léttklæddur og veðrið og eitthvað Sammála, ég er bara Ég fæ ekki punktur í það, hefur ekkert með blöðrur að gera, sko. Nei, bara stuðið sem að ból og kemur tengis blöður Stuðbuxur og ból, hvað gerist það? Tvisar og Ef sinni ég var hreinskilinn Ég var eiginlega ekki að búa til punkti á Blóðan Dale þarna Því að hann hatar blöður Nei, ég var alveg hreinskilinn Ég bjóstu punkt og Steinþór þann Já, það er ekki hann Sko, það er ekki Var það síðan spurning, hvað er staðan í þessu? Einhelti, hvað er staðan? 3-2 fyrir Steinda og sko Þú getur orðið king of summer Ég get orðið það, Steinþór. já Sjáum til, hvernig er næsta? Þú vilt vinna þetta? Já, nei, ég vil það bara ekki Ég hef engan á Steinþór, Þú vilt þetta segja með það að þegar Luigi Bergman er með getur betur og okkur trúður í MR vil ekki vinna þetta? Þú viltu vinna? Ég meina, þú veist, hvað ég að fara hvað ég að gera við hann á titil Ok, verður Bergman bílið annars Hefur verið í vinnunni og sé gerlu while working og hugsaði ok
Þessi er að fá það á hlið. Og svo endur þið saman eða 2 börn í dag. Og ég bara Þessi er að fá það á hlið Það þarf að stoppa Ég stundi bara kynlíf á hlið Ég sagði þetta bara Hversu, það má ekki segja þetta Til hamingju með þetta Steindi, þú ert King of Summer Egil var að segja orðrétt við mig að ég þyrfti að hysja upp með buxurnar og verða kannski King of Summer á næsta ári en ég er bara ferskur Þú getur það unna næsta ári Steinfór er núna King of 2000 Summer 2021 Til hamingju með það Steindi Takk fyrir það Það sé líka gaman svo næsta ári þá ætla Steinfór að defend the title Já, það verður gríðarlega spennandi Það getur orðið spennandi, já Alveg svo bara King of Easter og Christmas og það er hverju ári Setur það meira metna í þetta? King of Summer er svolítið stórt Það er stórt Þetta fólk elskar Summer Þetta er stórt þetta Já, við erum samt alveg hreinskilnir að hann er eiginlega bara King of hlið Nei, alls ekki Þetta hafði ekkert með sumar að gera Jú, þetta var King of Summer Ég er ekki að vera hendi í keppni King of hlið þegar það er 10-0 Það er unfair keppni Það er rassarings í hittum Við erum ekkert að fara það Ég ætla að reyna að fá smá þroska í þáttinn og fara í sturlaða staðreyndir eini liður þar sem fólk getur lært og það er hellingur af fólki sem er sendt mér að sturlaða staðreyndir virki fyrir sig Í guðana bænum blöð ekki reyna fólk verður ennþá heimskar að hlusta á þetta líka Nei, þetta er actually það eina í þættinu sem hjálpa liði Að bíflugur getur dott í það og eitthvað Þetta fólk sé bara að rúla í gegnum lífi bara með það þá vitnir bara bjargi fólki Sko, þetta, ég er honum mjög góður í Trivial Pursuit og Besserwisser út af þessu rugli Ég er ekki svona greinist Ég hef verið vitnaði Ég hef verið vitnaði Af því að svona bara leikir eða spil ganga út á nákvæmlega þessa villiru Er þið tilbúinir? Við erum klárir Er hrossaskítur þetta? Það er eitt hrossaskítur Fyrsta, parkopresis kallast það þegar fólk getur ekki kúka fyrir framann annað fólk Ég sko það er náttúrulega eðlilegt Parkopresis Það er 90% fólki er bara með það held En þú veist Það er bara 90% liðið með parkopresis En að kúka fyrir framann fólk Þetta opið bara stórt rými og allir að horfa á þig Ég ætti erfitt með að kúka fyrir framann ykkur Ég veit ég gæti það En ég ætti erfitt með það En ef þú getur það þá ertu ekki með parkopresis Nei, þú veist, já, sko, við skoðum Ég veit segja 90% fólki Ég get ekki kúka held ég fyrir framann Ef það eru 15 mannsinn inni Og ég ætti að setjast þetta niður og skýta Það ég myndi stífna, sko Ég myndi bara, ég myndi ekki geta það Ég get ekki pissa fyrir framann annað fólk sko. Nei, þú veist, þetta er erfitt, sko En ef er að meina, þú veist, er ekki að meina bara svona í opið rými og samt inn í því bás Ég held það, bara að mig ekki verið kringu þig Þetta er ekki einhver risa rými með fötu Þetta sagði ég með annað fólki Ég hef eiginlega ekki fengið að kúka í friði í svona 6 ár Já, bara síðan krakkarnir kom í heiminn, sko Alltaf var að banka á það Sefur hún aldrei? Nei, málega er þegar ég fyrir á klósitið heima mér Ég er ekki að tjóka í ykkur Bara eins og núna, ég fór á klósitið í morgun Og það er bara þannig, stemningin hjá mér er þannig Er að sko, krakkin kemur inn og út sko Ná ykkur að tegju eða greiðu og allt þetta Það læsir ekki hurðin Já, því að þá er bara bankað og lamið Þú veist, þá opna ég Það kemur ykkur, svo kemur ykkur skrýðandi inn Og veistu það, ég hef ekki fengið sko Veistu hvað er að besta sem ég er því Þá er þetta ekki með parkopresis Veistu hvað, ég var að spurla sem dag Þegar fólk var að væla yfir sótvarnarhótelunum Þegar ég myndi núna Ég myndi taka þeim díl hvenær sem að segja herri, þú verður bara að fara 1.5 á þetta herbyggið þetta já, takk fyrir ég bara það er bara hóstiði framan í mig, ég er klár Hefur ekki geta hægtur einn í rólahautunum í mörg ári Það er algjör líi Það er enginn sem er íkið meira stendur Nei, herri, þú veist að Ég get alveg lofa Það lótast í vinnun og eitthvað og það stelpanast í skóla og hvað eins og hann get ekki kúka Hann elskar að hægja sig, fær ekki frið Hringdi sér hún, málega á morgnana eða eftir klukkan 4 þá er ekki fræðuleg möguleiki ég geti bara farið á klósett og kúkað Ég læst bara Já, þá er bara lamið á dillar endalaust maður og þú veist, það er bara Hvað, vil hún ekki horfa á eitthvað að leikast með dótið sitt Veistu hvernig stemningin er heima Veistu hvernig hún er Það er allt crazy blöð Þegar þú ferð á klósetti Veistu hvað það gerast þetta með your paycheck Þú ert að færa því í mansion með 5 baðherbyggi Þú getur bara kúkað sem þú vilt og veit einhver og ert Mér finnst þetta líka bara allt í lagi sko Næsta 40% af fullorðnu fólki í Bandaríkjunum sefur enda með bánsa sinn Fullorðnu fólki? Já, mér finnst það skrítið En það grínast það Þetta er nánast annarkur maður Byrju, annarkur maður í Bandaríkjunum Fullorðin? 40% Þetta er ekki Með bánsa frá childhood Já
Eða bara eitthvað bánsar sem þið ekki dag Ég veit ekki, þetta stóð bara Nei, bara, Stendur þú með bánsöpur með? Nei, ég er ekki með bánsöpur, þetta er ekki rétt Þetta eru Bandaríkjumenn Ok, segjum bara, þú verður í Atlantic City Það er New York, segjum bara í Bandaríkjunum Og þú lappa bara í Times Square Þú gengur Times Square og helmingurinn af öllu fólkinu að það 40% Ja, 40% Það fer heim til sín og sefu og næri bánsöpur fyrir að svo Fullandi fólki Bandaríkjumenn borða 10 milljarða af kleinurringjum ári Þetta kaup ég alveg Það heldur mikið að kleinurringjum Já, þeir elska kleinurringi sko 10 milljarða af kleinurringjum Já Þetta er good business að núti Já, ég myndi að það funkar í þessu Ég finnst þetta amerísku kleinurringur ógæðslega Þetta er gott sko Með kókanál Það er enginn til í heiminu sem segir að kleinurringur er vondur á bragðið sko Munurinn á mér og ykkur stafgar er að ég bara, ef mér langar í kleinurring þá ég kleinurring. Þeir eru alltaf eitthvað svona telli ofan. Ef við ætti að fá okkur núna, hvort myndu við fá okkur amerískan kleinurring eða svona íslenskan ömmu með súkkulaðinu út um allt? Amerískan, það er gott. Tala um hana sem kaupir í pókaborti búðu. Já, þetta er líka veistla sko. Hann er veistla, þú þarfst samt alveg 2 lítra mjólka því annars kapnar sko. Þú þarfst að, amerískur. Mástu þegar við borðum einhvern 16 tómi kleinurringi í amerísku drömmu. Stærsta kleinurringi í heimi. Það var sko. Þá reynda fekk ég ótt að kleinur þar sko. Það hafa ekkert eðlilega erfitt sko. Meðal fjölskyldumaður, þetta er reynda mjög fyndið svona í tengslum við umræðinu hérna áðan. Meðal fjölskyldumaður eyðir 7 klukkutímum ári í að þela sig inn á baði til að fá ró og frið. Stendur að segja þetta rétt á það? Nei, hann getur ekki farið sig. Nei, en hann var að tala um að vilja frið sko, elskar frið. En ég tengi við þetta. Tengir við þetta? Þú farið enga frið? Nei, ekki inn á klósett. Ég tengi við þetta, ég fer stundum upp og svona. En basically það sem hefur að meina þarna að maður sem á börn eða bara kona, hún fer á klósetti og hún er löngu búin, hún situr bara á manneskjan. Ég er nefnilega held að Sigrún gerir þetta og með grunnar það mjög vel mikið sko, en ég fæ ekki frið. Krakkarnir er alltaf að berja á mig sko. Það fer ekki bara upp í lanhóluna? Jó, en sko máli er að þú veist, ég fer ekki þangað upp á náttúrulega hverfa, þannig að yfirleitt svona ef ég er að ná kannski í hleðslutæki þá fer ég upp svo labba ég rosa ég er í 3 mínútur á náðu hlæðsleiki sko. Lagamenn gerir þetta sko. Lagamenn fara átt að hæja sig en setja kannski á klóstunni 7 mínútur lengur sko. Ég lagði mig á klóstunni á Íslandsflugi sko. Og ég er ekki svona ljúaði. Ég var eins og að vinna á póstunum þar. Í sumarvinnu á póstunum og bara kom inn sem sumarstans bara kringu jólina og beilu trafík allt út í brefum og pökkum og drasli og ég var að vinna með einhverjum algjörum haug sko. Bara 2 haugar sko. Og hérna við einhvern veginn, ég veit ekki hvað gerðist heila. Við ákveðum að fela okkur sko. Og við gerðum það, ég fór í svona, þú veist, ég myndi einhver svona taugpoki, svona stór taugpoki sem verður að drita brefið mig. Ég fór onni hann og hann setti brefið við mig og svo var ég bara þar í einhverja nokkra klukkutíma. En svo náttúrulega verður maður að hugsa Skrítið, þú varst aldrei í vinnu. En síðan náttúrulega verður maður þetta svo leiðilega vinna. Hvernig getur þú átt fired, eða ekki? Jú, en svo verður maður líka að hugsa sko, að það er erfiðar að þykjast vinna en að vera bara að vinna. Það er líður hraðar þú ert að vinna. Það er mikla erfitt að ég svaf ekkert, ég var bara að hanga þarna sko. Samkvæmt rannsóknum eru 8 dagar fullkomið frí. Eftir 8. daginn hættir ánæðin að vera jafn mikil og hún var fyrstu 8 dagana og er stigmagnandi að 8. degi og þetta er risarannsókn. Er þetta ekki bara út af því sko? Þegar ég hugsa þetta, það er ógeðslega mikið til í þessu. Ég hef farið í tenniferðir. Þú vilt verið í 2 vikur og það er ómikið samkvæmt þessu. Sko, ég hef verið að fara í þessar vikuferðir og mér finnst það lítið. 8 dagar. Sko, þetta er rétt hjá blöðu því að ég farið 9 dagaferð og 11 dagaferðir. Það er fín. Já, þú veist, sko, vika er svo lélega því að sko það fyrir dagur í travel fram og tilbaka, þetta eru 5 dagar. Nei, það er verið að tala um þú vart með 8 dagar í fríinu. Sko, málega, 2 vikur eru ómikið. Þannig að 10 dagar með travel er greinlega 12 daga ferðirnar eru bestan, því þá tekur sko 1 í burtu fyrir ferðalögin, þannig að þá ertu með 10 heila fríta. En samkvæmt því, samkvæmt þessari könnun að þá er á 8. deginum, þá er svona ánæðin hjá þér byrjuð að minnka. Sem er líka eðlilega. Síðustu 2 dagar, þá ertu bara 2 dagar eftir. Já, þá ertu líka farin að hugsa, heyrðu, jæja, fer að koma að fara heim og bara pakka og það er svona 2 dagar þeir fara svo fyrir þetta. Það er svolítið til í þessu. Já, það er til í þessu. Dítaskalinn fóbía er hræðsla við sjálfsfróun. Það er ok, þannig að þú basically ætlar að fara bara þórið ekki. Fróa þér og bara þórið ekki. Já, ég þekki enga með þessa fóbíu. Og
svo er það síðasta Jackie Chan slóst eins og Bruce Lee og skítabaði. Þetta er svo sem eitt En ég er mikið Jackie Chan maður en þið alveg skellur, ok? Slóust þeir, meinar þau bara í alvörunni? Fór í bardaga, já. Sá bardaga ætti að vera til á netinu. Já, en hann tapaði. Þetta er ekki eitthvað 1914 eða eitthvað, þetta er ekki langt síðan, þannig sé. Já, Bruce Lee er ekki nýdáinn. Nei, þetta er kannski, hvað, 20 ár síðan? 20-30? Já, það er bara Áspyrir, hvað er svo að kjafta þetta, drengir? Ég lítur að vera það, ég hef aldrei síðan að bardaga. Ok, Egil, hvað segir þú? Ég man ekki þetta einu sem sagði sko Pakker og peysir sann að kallast þegar fólk getur ekki kúka fram en aðra. Fullurlega fólk í Bandaríkjunum sem er ennþá með banksan sinn, 40% Bandaríkjunum, bara 10 miljardar kleiningum. Ég glemdi bara banksan. Já, þróunin líklega en Ekki banksan. Hvorugt var rétt, það var diddaskalein fóbía er ekkert hræðsla við sjálfsfróun. Bjóða til. Það held ég, elsku vinir, þegar að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og drengi, það er komið að dagskrálið sem hefur verið í 3 eða 4 vikna pásu. Já, þú ert búin að reyna að vera með þetta síðustu vikur og bara ekki komist inn. Það er bara, þú veist, það er bara við komum aldrei neinu að, ég menna, þú veist, það vantaði spurningakeppni daginn, það vantaði þetta, það var búið að vanta mikið. Núna loksins er komið að þessu. Já. Og það var síðast var eiginlega bara jafntefli hjá okkur. Mér minnir það, Nei, ég vann 2. var ekki jafntefli síðast? Nei, blöður, ég vill að pakka mig saman því með Það er komið að How do you do fellow kids, drengir, og þetta er allt aðsetta sjálfsögðu, þetta er það sem unga fólki er að senda bara einstaklega. Það er ekki að setja á lægi. Sjálfsögðu, og hafið það hátt, blöð. Hafið það hlátt, þetta er MOP og það er komið undir. Og hafið það svolítið hækka þetta og drengir, þetta eru 5 frasar eins og alltaf og þetta eru frasar sem ung fólk er að nota í dag og þetta er allt sem ég fengi sent, þannig að þetta eru frasar sem við verðum að nota. Eru þið klárir? Yes. Blöð, ertu klár? Já. Egil, ertu klár? Yes. Þá komið að fyrstu spurningunni í How do you do fellow kids og hún hljómar svona, þetta er Þorgeir sem sendi þessa hérna og hún hljómar, hvað þýðir frasinn? Já, hann rétti upp hönd. Nei, málega sko, ok, maður segja okkur. Út af blöður extremely fast. Og ef ég ætla að vinna hann, þá þarf ég að ná hendinu upp áður en að þú verður að setja bí eftir spurningu. Já, klárar ekki spurningur og segja yes, ok. Þá myndi ég náttúrulega bara að gera þetta strax. Já, það er rosa snöggur. Getur við verið svona heimskuðing? Heldur ég geti bara rétt upp hönd núna og fá svo svara til spurningu? Það er extremely quick. Ef þú réttur upp hönd, þá hættir hann að tala. Ef þú ekki hort á neitt þátt, bara spurningaþátt, hárrétt, já, Ég þarf að svara. Nei, hann vissi þetta ekki. Ég er dómari og Risa miskilningur, höldum áfram. Hvað þýðir frasinn að vera FOMO? Egil, þú réttur upp hönd, helviti snemma maður. FOMO, hvað þýðir FOMO, veistu þetta? Ég þekki þetta að ég er búin að fylgjast mikið með Twitter and online verðbréða community. Fear of missing out, motherfucker! Fear of missing out er árið, Egil Einarsson! Ég gæti ekki byrjað þetta betur. Blöður í vesinni, hann var aldrei lett undir. Sýsti konu mín er með FOMO. Er það? Já, Telma. Það er svoleiðis. Finnst þér alltaf Er það með FOMO? að missa einhverju? Já, veistu, ef það er eitthvað að gerast einhvers staðar þá er hún með FOMO. Já, það er Ég skil það. Ég held að sé úrslega margir með þetta sko. Það er þannig. Heyrðu drengir, það er 1-0 fyrir Agli og Það var þægilt að vera in the lead. Já, það er svona léttir Það er ein spurning. Þú áttu ekki eins og fá svarin, þú varst nú rétt upp hönd Já, alltaf það snemma. voru mistök. Hann Gerði vissi mistök. ekki Læri. reglurnar. Önnur spurning í How do you do fellow kids og umblöndar, þú ert að vera tánum minna. Hvað þýðir frasinn? Og nú ætlum ég að gefa ykkur smá forsögu á þessu. Þú veist að hitta þú hittar æskuvinnin út í búð, veltur hann svona fyrir þér og hérna, næ, ég veit ekki, þetta er lélega dæmið með þér. Ok, frasinn er alltaf það ég spekka það. Ég spekka þig. Já, ég er rétt upp hönd, það er bara, ég ber virðingu fyrir því, respect. Ég ætla að respekta þig. Já. Ætla að svara respekta þig. Já, ber virðingu fyrir þér, bara I respect you. Það er hárrétt, Auður Blöndal! Hann heiti það von. Respekta þig og það er huginn sem Helviti, það er sterkur í þessu maður. Sterkur í þessu, það er 1-1. Motherfucker! Ætla þetta að sé huginn einu sanni? Nei, ég hugsa ekki, þetta er að sé nafn hans. Það var huginn sem þetta þess að, já, þetta er bara, þú veist, þetta er þekkt að Huginn með? Já, þetta er hérna, Nei, tónlistamæður. já, þetta er spekka þig. Ég er bara respekt, skilur, bara respekka þig. Herru, þá er það þriðji frasinn og þetta er frasinn, drengir, sem ég er bara búin að fá svo mikið send, en ég veit ekki af hverju að vera að senda mér hana, því að hann kemur hér.
Þannig að þið vitið hann báðir Ok. En það er bara búið að senda það mikið Ég ætla að hafa hann Ok, Þetta er fyrst og kemur fyrstu fæðir sko ok Hvað því frasin spóli hólm? Það er Það blöndar var mjög græður. Það er hárið, það er blöndar Egil, það hvort ekki að tána Þetta er ástæði ég ætla að beat him to the punch á Já, hvernig, þú vissir Og það er ekkert aðeins snögg Já, þú vissir þetta Ég Þú vissi þetta varst mjög snöggur í fyrstu. Já, ég er bara, en sé hvað snöggur Og ég ekki tryggt með sigur meðan á næstu. Já, en næsti er En ætlum við ekki að heyri í spóla hól með það? Næsti Við þurfum að heyra um næsta först. Við þurfum að heyra það er ekki fáir í stúdíu. Já, það sem hann er komin, sko, hann er beinþýðing bara á stöð 2 sko. Spóli, út að hlusta, út að kíkja heim svo næsta fyrstu dag Já. Bókaðu það Heyrðu drengi, það er fjórði frasinn af 5 og þetta er rosalega frasi, hann er erfiður myndi ég segja Ég ætla að gefa ykkur bara smá vísbendingu af því að þegar ég fekk að senda hann og hugsa ég strax eitthvað svona, já, þetta er eitthvað svona, þetta myndi mér smá bara svona American Pie eða eitthvað í gamla dag Svona af svona einhverju gammyndum Ekki veist. Allavega, frasinn hljóma svona Þú sér, ég ætla að gefa ykkur smá vísbendingu Þú sér konu labba framjá Þetta er kallmann sem sendir þetta, þetta er Gunni, þetta er mikið notað í hans vinnu Sér konu labba framjá og þú segir frasan M-O-A-B Mob M-O-A-B Mother of all balls. Mother of all Balls. Það er rosa, ef það er rétt M-O-A-B Ef það er rétt, þá blöða að fá þið Pulitzer, sko Mother of all balls Það er rosa Shit, þú ert svo nálægt Ég veit ekki hvort ég alltaf get ekki Það er því miður ekki rétt Tjöfutasti nálægt í maður Ok. Ég er með smá samvinskupið Sko, veltum steinum MILF er mom I'd like to beep Já, Eða ekki? jú. En þetta er M-O-B-A Mikið notað Mom, þarna. ekki I Mom M-O-A-B Svaraði bara. Já, herðu Blöð, Hvað ætlar að gíska? er einhver tími á þessu það? Já, það er tíma á þáttinu. Mom Þetta er bara, þetta er greinlega mikið Mom of Balls Það er ekki að sama og auðvitað Hvað sagði Hvað sagði þetta? Hvað er bara svo? Við höfum okkar að gefa blöð svari Þetta er Mother of all bombs Bombs. Mother of all bombs Það er bara frasinu Djöfullastu nálægt við Ég þig sagði mother of all balls. En það var ekki balls Nei, það var bombs. þetta er frasi Þú ert jafna. Já, þetta eru ungi, þetta eru menn sem er að Mother of all bombs. uppgöta Það var aðeins um úlingum í dag sjálfa sig og já, þetta er Mother of all bombs Já, þetta er annar frasi, þetta er 50 og síðasti frasi, það er 2-1 fyrir blöð og þessi frasi, hann hljómar svona, ég ætla að gefa ykkur smá vísbendingu, þetta er svona, segjum að þið tveisir aðeins að þrasa og til að klára þessar er ég bara, já, ég sagði þeirra maður, þú veist, og segir svo, ég sagði job, J-O-B, J-O-B og þetta er hérna, Já, Egil. Jerk off boy það er hárið, já! Þetta var eitthvað ruggla. Ég hlóði. Hvað er kæft að því? Ég er með þetta skrif, sennu Ég sprakk og láta mér þetta svo heimst var. Ok. Þetta er að comeback Jesus Christ, maður. Þetta er rosa Af og 2-2 maður. Þetta er búið jafnlega, ég er með Ekki búin Fyrir hlustu á FM 95 blöð hér á FM 957. Það er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur drengir. Það er, þetta var fljótt að liða í dag. Já Og nei, þetta var nú ekki síðasti þátturinn í apríl því að 30. apríl næsta föstudag, þannig að Það er að pakka hjá okkur Við erum fullt af liðum sem við höfum getað að fara í Við erum bara, svona er þetta en sko ef að ég og Egil kannski verðum við ekkert innan næsta föstudag. Nú, hvar verður þið? Kannski bara á fæðingastofunni ef það eru viku fyrir. Það eru 2 vikur nákvæmlega núna í baby hjá mér. Sko, við höfum ekki rætt þetta nóg Það eru 2 vikur, sko, þið eru þess að drengir Þið eru að fara Hvað, við erum sett 7. og þið 10. 10. Ég ætla Og ekki að Sverri hræ- Bergman 11. Ég ætla ekki að Það er hræ- eiginlega fyndið sko Ég ætla ekki að hræða ykkur neins ráðar En munurinn eiga 2 versus 1 Þetta er alveg Það er svona hellingsmur Það er líka Þetta með getur segja dýst með sko það. Og ég var að hérna Og ég var til tenina 27. des Og ég var að prófa að setja 4 inn versus 3 Já, Þú þarft ekki að borga fyrir nú. Það er ekki
Nei, á hóteli, þetta grínast. Nú, þú sko verðið vel upp, Nei, þú lítur ekki að bóka herbygg bara fyrir 3 og svo farið barna. Nei, hótel hugsa bara raskat að sjónu sér. Það er eðlulega dýrtar með 4 versus 3. Þó að krakki sem 0 ára. En manstu back in the days, nú dótti ég 6 ára, manstu back in the days þegar var heyrun, þú aðeins að taka, heyrun, þú aðeins að þeir eru að skiptast á. Það er dögt, sko. Ef annað ekkert með hana, hvað er þú með hitt? Ég er að veita og ég leika átt að máði sko. Þetta verður örgulega challenge. En það verður erfið, maður ekki þúklum á þetta, það verður erfið fyrir blöð. Því hann með Tenlu Baby og var annað Tenlu Baby. Sko, þetta ekki byrjað að tala. Hann segir höfu tær og bye bye. Þetta er agalegt. En strákar, svo maður ekki gleyma, þetta er náttúrulega bara best í heimi, sko. Já, það er allir vel peppar. Það er ekki peppar. En hvert er helgin? Nú ætla ég að byrja bara því að glaðloftið. Þú ert að smakka glaðloftið Steindór, hvernig er helgin að trá hlið? Hvað er það? Já, jú, þú veist, ég reyna að lögum mér hlið, rétt. En það er náttúrulega risa UFC helgina, ég er náttúrulega fíkill, þannig að það er Úsmann Masvidal upp á belti. Já, við erum að skemmta líka á Neskjöpstað, maður. Þetta er flott, já, við erum á Neskjöpstað. Já, þannig að Marta gerast helgina. Þetta er flott hann á Gunna verið að slást belti. Ef Gunni verður after the shit, sem hann er basically the shit, getur að mæta á Masvidal, hann er saman flokki? Já, sko, ef Masvidal tapar þessum bardaga, þú veist, það vita flestir hver hann er orðin svona superstar. Og það reyð kjaft og sagði alltaf að berra Gunni út á bílastæðu, það er gaman að Gunni myndi segja kirkjan eitthvað. Það skipta alveg með Gunni bílastæðu. En málið er ef hann myndi tapa núna þessu, þá er náttúrulega mjög langt í að hann fái annan séns. Þetta er annar sénsins á stuttum tíma upp á belti. Og ef hann myndi tapa einu með viðbót og Gunni kemi og myndi vinna 1, þá ef Gunni vinnur 1 og hann tapar 2, þá geta það kæft. Það var rosalegt. Hvernig er helginu þeirra, Egill? Sko, ég bara að tjekka hvernig lagið gengur. Já, ég bara er ópeppaður og var að gefa út lagið og ætla bara að fá mig kannski rauðvin og tuða, ég veit ekki, en blondel. Þetta geggja plan, ég er með svipaplan á stendinum, ég er ekki að fara á UFC, ég ætla að reynda að vera með grill á lögudaginn á morgun. Þú ætla ekki að fá eitthvað award-winning grill hendið? Nei, bara verður grill. Sko, eina sem ég veit, að ég verði í Gírnum helgina og það eru 2 rosalega lög komin út, Dangerous Love og svo er það Gírinn. Er ekki rosalegt að Muscle Boy gefur Dangerous Love og Ingo Veðugóð, Gummi Tóta og Dr. Viktor séu með Gírinn at the same goddamn time. Það er bara verið að spóla inn í sumarið hérna. Það er bara verið að gefa hlustundum hérna bara veislu í eirun. Ég ætla að koma okkar hlustundum í Gírinn bara fyrir helgina. Takk fyrir hlustundina í dag. Við verðum mættir hér næsta föstudag vonandi og ég held það nú. Er það ekki? Jú, Teddi fór allavega fram yfir. Herðu, jú, já, Teddi, sko, greiðslingunum minn fór 10 dögum áður, sko. Já, ok, þá verður þú kannski ekki hérna það er sjálfgjafra með setna. En málega, ég er gamli skólan, ég mætti hérna bara saman hvað gerir, sko. Drengir, ég er að fara á Neskjöpstað, ég ætla að horfa á ÖC, svo ætla ég að fara til CJ í Keilu. Ég ætla að gera það á sundaginn. Ég ætla að fara upp í Keilu og ná nokkru fellum. Og ég með laga hérna sem kemur í Gírinn fyrir Keiluna. Hér er Gírinn. Takk fyrir okkur í dag.